Veröld sem var, 16. kafli, friður í fjörbrotum. The sun of Rome is set, our day is gone, clouds, dews and dangers come, our deeds are done. Úr Júlíusi Sesar eftir Shakespeare. Fyrstu árin var Englandsþvölin jafn fjarri því að vera mér útlegð og Sorrentovistin var Gorki á sínu tíma. Austurríki var áfram við lýði, jafnvel eftir hina svonefndu byltingu og tilraun nasjonalsósíalista að hrifsa völdin með því að kollvarpa stjórninni og myrða Dolfus. Ættland mitt átti enn eftir að berjast við dauðan í 4 ár. Ég gat snúið heim hvenær sem var, ég var ekki lýstur í bann og ekki landrækur. Bækur mínar voru enn óhulltar í húsi mínu í Salzburg, ég bar enn austurískt vegabréf, ættjörðin var ennþá heimaland mitt, enn var ég þarlendur ríkisborgari með óskert réttindi. Ég var ekki enn svo hörmulega stattur að vera föðurlandslaus. Enginn nema sá sem reynt hefur skilur hugarkvöl þess manns sem velkist í tóminu með ódabraða sjón og veit að hann á alltaf yfir höfði sér að verða hrakinn burt, þaðan sem hann kann að ná fótfestu. En þetta var aðeins byrjunin. Samt sem áður var koma mín með öðrum brag þegar ég steig út úr lestinni á Viktoríustöðinni í febrúarlok 1934 því sú borg sem maður ætlar að setjast að í kemur öðruvísi fyrir sjónir en hin þar sem maður er gestkomandi. Ég vissi ekki hversu lengi ég myndi dveljast í Lundúnum. Aðeins eitt skipti mig máli að geta tekið til við störf mín að nýju og varðveitt frelsi mitt til orðs og athafna. Af því að allar eignir myndu hafa lagt á mig nýjar hömlur, fékk ég mér ekkert hús, heldur tók á leigu litla íbúð, nægilega stóra til að geta komið þar fyrir skrifborði og 2 skápum undir þær fáu bækur sem ég vildi ógjarna án vera. Þar með hafði ég í rauninni allt sem andlega starfandi maður þarfnast. Að vísu var ekkert svigrúm fyrir samkvæmislíf en ég kaus að hafa sem minnst umleikis til að geta farið frjálsferða minna þegar mér bauð svo við að horfa. Þá þegar var ég ósjálfrátt farinn að miða lifnaðarhætti mína við að búast til bráðabirgða en ekki langframa. Fyrsta kvöldið skyggja tók og ekki sá lengur fyrir útmörkum húsveggja í rökkrinu, gekk ég inn í þessa litlu íbúð sem stóð nú fullbúin og varð fellt við. Í þessari andrá fannst mér sem ég væri að ganga inn í litlu íbúðarketruna ég bjó mér út í Vín fyrir 30 árum. Herbergin voru álíka smá og hið eina sem bauð mig velkomin voru sömu bækurnar á veggjunum og ófreskis augun í Jóhanni konungi eftir Bleik sem fylgdu mér allstaðar eftir. Satt að segja var ég stundarkorn að átta mig því árum saman höfðu þessi fyrstu híbýli mín ekki komið mér í hug. Var þetta tákn þess að líf mitt sem löngum hafði verið að nema nýsvið væri nú að koðna niður á stig frumbýlingsáranna og ég í þann veginn að verða skuggi af sjálfum mér? Þegar ég valdi mér þessa stofu í Vín fyrir 30 árum, þá var ég að stíga fyrstu sporin. Ég var þá en ekki búin að skapa neitt, að minnsta kosti ekki neitt markvert og hafði ekki með bókum mínum getið mér neitt orðstýr með að landa minna. Nú var einkennilega líkt ástatt, bækur mínar sáust ekki lengur á frummálinu og það sem ég skrifaði þessar mundir var ókunnugt í Þýskalandi. Vinirnir voru fjarri, húsið tapað ásamt safngripum, myndum og bókum. Ég var á nýjan leik meðal ókunnugra eins og þá. Allt sem ég hafði síðan fengist við, afrekað, lært og notið, virtist fokið út í veður og vind og ég var að byrja að nýju þó ég var komin á 60-aldur. Ég stóð aftur í sporum stúdentsins sem vann til skiptis við skrifborð sitt eða á bókasafninu en var bara ekki gættur sömu lífstrú eða áhuga og forðum, farin að grána fyrir hærum og aðkenning af vonleysi tekin að færast yfir mættan hugan. Ég tregur til að fara mörgum orðum Englandsár mín 1934 til 1940 því nú tek ég svo mjög að nálgast samtíð okkar sem við höfum allir lifað með áþekkum hætti. Allir höfum við kynnst ókyrrð þeirri sem útvarp og blöð hafa blásið að og átt sameiginlegar vonir og áhyggjur.
Við hugsum nú með litlu stolti til pólitískra blekkinga þessara ára og með hryllingi til þess hvert þær hafa leitt okkur. Hver sem hygðist skýra málin yrði að kveða upp áfællisdóma og hver sá okkar á meðal að hann sé þess umkominn. Þá og þess að gæta að allan tíman sem ég bjó í Englandi var ég óvirkur áhorfandi. Ég vissi að slík yfirborðs hlétrægni var mesta fásinna, en ég var haldinn þeirri meinloku að í framandi landi mætti ég ekki leggja orð í belg málefni dagsins og fór því á mis við öll einarleg skoðanaskipti þau ár sem ég var í útlegð að hálfu eða öllu. Í Austurríki fékk ég engu áorkað gegn glöpum leiðandi manna. Hví skyldi ég reyna slíkt hér, þar sem ég taldi mig gest þessa ágæta eylands? Mér var ljóst að ef ég kveddi mér hljóðs fyrir hönd okkar sem kunnari voru málavöxtum og benti á hættuna sem heiminum stafaði af Hitler, myndu menn telja skoðun mína sprottna af persónulegum hleypidómum. Að sönnu var stundum erfitt að hafa taumhald á tungu sinni andspænis opinberum afglöpum. Mér rann til rifja hvernig aðstæðið Breta, traust þeirra til allra sem ekki höfðu gert sig bera að óheilindum, var misbrúkað af útsmognum áróðursmönnum. Sí og æ var látið í veðri vaka að Hitler vildi aðeins ná til sín Þjóðverjum þeim sem byggðu landamærasvæðin. Með það myndi hann gera sig ánægðan og uppræta kommunismann í þakkarskyni. Menn gínu við þessari flugu. Hitler þurfti ekki annað en nefna orðið friður í einhverju ræðunni, þá réðu blöðin sér ekki fyrir fögnuði, gleymdu öllu sem á undan var gengið og spurðu ekki framar hvers vegna Þýskaland hervæddist og gengdarlust. Ferðamenn komu heim frá Berlín þar sem þeir höfðu notið fylgdar og fyrirgreiðslu og verið skjallaður upp í eyrun og héldu lofræður hina nýju skipan og höfund hennar. Smám saman fór að gæta meðal englendinga þegjandi samþykkis við kröfum hans stór Þýskaland. Engin skildi að Austurríki var eitt steinninn í múrvegnum og óðar en við honum yrði hróflað myndi Evrópa hrynja til grunna. Mér ofbauð trúgirni sú og hrekkleysi sem olli því að englendingar og leiðtogar þeirra létu ginnast, því heima hafði ég staðið augliti til auglitis við stormsveitarmennina og heyrt þá syngja: í dag eigum við Þýskaland, á morgun allan heiminn. Eftir því sem minn pólitíska spenna jókst, varaðist ég enn meir að rökræða málin eða koma opinberlega fram. England eina land gamla heimsins þar sem ég hef aldrei birt blaðagrein dægurmál, talað í útvarp né tekið þátt í opinberum umræðum. Þar hafðist ég við í hinni litlu íbúð minni öllum ókunnari en á stúdentsárunum í Vín fyrir 30 árum. Ég því ekki þess umkominn að lýsa Englandi og enn síður fyrir þá sök að ég hef seinna orðið að viðurkenna það með sjálfum mér að fyrir stríð uppgötaði ég aldrei þann baráttu kjark sem englendingar búa yfir og taka ekki til nema þegar mikill háski steðjar að. Ekki hitti ég heldur marga rithöfunda. Þeir tveir sem ég var farin að kynnast verulega, John Drinkwater og Hugh Walpole, fjallu frá fyrir aldur fram. Hina yngri hitti ég sjaldan því að sú lömun á sjálfstrausti mínu sem fylgdi því að vera foreigner var til þess að ég forðaðist klúbba, samkvæmi og aðra mannfundi. Samt sem áður naut ég þeirrar einstæðu og ógleymanlegu ánægju að sjá tvo hina skörpustu gáfumenn, Bernard Shaw og H.G. Wells, leiða saman hesta sína í snjattri kappræðu sem bjó yfir þungri undiröldu en var þó hinn drengilegasta. Þetta var í fámennu hádegisboði hjá Shaw. Ég var í senn heillaður en fór þó halvvegis hjá mér fyrir þá sök að ég var ófróður orsakir að þeim ríg sem ríkti milli þessara tveggja öldurmenna. Hann kom strax fram í því hvernig þeir heilsuðust, kumpanlega en hálf sposkir. Það hlutu að hafa orðið einhverjar greinir með þeim sem ekki höfðu jafnast fyrir nýlega eða átti að jafna í þessu boði. Þessir tveir afburðamenn sem báðir höfðu gert garð Englands frægan voru hálfri öld áður samherjar í Fabian félaginu fyrir málstað sósíalismans sem þá var ungur að árum eins og þeir. Síðan höfðu leiðir þeirra legið því meir sundur sem hvor þróaðist samkvæmt sínum fastmótaða persónuleika. Wells vék ekki frá hinni hagnýtu hugsaðistefnu sinni
og var óþreytandi að reisa skýjaborgir varðandi framtíð mannkynsins. Hins vegar gekk Shaw æ lengra í því að virða framtíðarhorfurnar fyrir sér af sömu sposku efagirndinni og nútíman og spreytti á því orðkringi sína og andríki. Af ytri ásýnd höfðu þeir líka gerst andstæður með aldrinum. Shaw var ótrúlega ern af áttræðu manni að vera og borðaði ekki annað en hnetur og ávexti, hár og holdgrannur, ævinlega við öllu búin. Skarplegt bros lék sí og æ tölugar varir hans og hann hafði aldrei sína daga haft meiri mætur á glæringarleik þversagna sinna. Wells var lífsglaður þó 70 væri, hólífari og makráðari en nokkru sinni fyrr, lágur vexti, rjóður í kinnum og óbifanlega alvörugefinn undir glöðu bragði sem tækifærinu sómdi. Shaw hélt uppi glæsilegri sókn, skjótur og leikinn að finna nýja höggstaði, hinn kænn og fimur í vörninni, óbifandi eins og vandi trúaðra og sannfærðra. Ég reyndi strax í grun í að Wells myndi ekki hingað komin eingöngu til að spjalla í vinsemd yfir hádegisverði, heldur til einhvers konar rökræðu djúptæk ágreiningsmál. Og einmitt fyrir það að ég var alls ófróður upptökin af þessari viðureign, skynjaði ég að betur það sem lá í loftinu. Í hverju látbrigði, hverju augnatilliti og orði beggja brá fyrir kappgirni sem sleið var upp í gáska, en býsna mikil alvara fylgdi. Þetta var því líkast tveir skylmingamenn reyna fyrir sér með nokkrum sverðalögum áður en þeir láta til skarar skríða hvor gegn öðrum. Shaw var viðbragðsfljótari í hugsun. Það flugu alltaf lyftur undan loðnum brúnum hans þegar hann svaraði eða bar af sér lag. Yndi hans af hnyttni og orðaleikjum sem hann hafði á 60 árum náð eindæma meistaratökum á magnaðist upp í eins konar oflæti. Stundum hristust kampar hans af lágum illkvittnum hlátri og hann hallaði höfðinu ögn á skakk eins og hann væri að fylgja skeytum sínum eftir og gá hvort þau hefðu ekki hæft í mark. Wells, kinnasmár og rjóður með stillileg hálflugt augu, var naprari og beinskittari. Hugsun hans var líka óvenju skjót í svifum en hann fór ekki eins glæsilega gegnum sjálfan sig, heldur gerði mjúklegar atlögur rakleiðis og blatta áfram. Þannig sóttust þeir hart og títt og veitti ýmsum betur, alltaf innan vébanda gamanseminnar, svo áhorfandinn fékk ekki nógsamlega dáðst að þessum skylmingarleik, leifturum hans og lögum. En að baki þessum eldsnöggu orðaskiptum, sem öll voru hinn fyrirmannlegustu, bjó einhver kali var að enskum hætti sveigður undir aga langþróaðrar samræðulistar. Kappræða þessi var skemmtilegust fyrir það hvernig alvaran var samslungin leiknum. Þessi hólmganga tveggja andstæðra skapgerða var ekki risin af því umræðuefni sem hún snerist að nafninu til, heldur var undirrótin djúptækari ágreiningur sem mér var ókunnugt Ég hafði hvað sem öðru leið séð tveim ágætustu mönnum Englands takast upp eins og best varð á kosið, en framhaldeilunar sem birtist á prenti í tímaritinu Nation næstu vikur veitti mér hverfandi ánægju samanborið við þessi eldlegu orðaskipti, því þá voru röksemdirnar orðnar óhlutkendari og veruleikinn bak við þær, hinn lifandi maður hvergi nær. Sjaldan hef ég orðið eins hugfanginn af þeim leiftrum sem tendrast af viðureign tveggja mannsanda. Aldrei hef ég, hvorki fyrr né síðar, kynnst leikriti þar sem samræðulist væri með öðrum en snildar brag og við þetta tækifæri, hún var sprottin fram að sjálfu sér, tilgerðalaus og svo fáguð sem orðið getur. Þó ég byggi í Englandi þessi ár var hugurinn ekki allur þar. Sá kvíðbogi sem við bárum fyrir afdrifum Evrópu og lagðist svo þungt á okkur knúði mig beinlínis til sífelldra ferðalaga á árunum frá valdatöku Hitlers og fram að seinni heimsstyrjöldinni. Þar á meðal fór ég tvisvar vestur haf. Ef til vill sagði mér svo hugurum að safna bæri til myrku áranna öllum þeim forða af reynslu og áhrifum sem hugurinn geti numið meðan veröldin stóð opin og skip gátu farið höfin í friði. Kannski þráði ég að vita nýja veröld í sköpun meðan gamli heimurinn bjó sjálfum sér grand með úlfúð og tortryggni. Kannski hafði ég óljóst hugboð að við ættum framtíð í vændum utan endimarka Evrópu, jafnvel ég persónulega.
Í fyrirlestraferð þverbandaríkin gafst mér kærkomið tækifæri til að sjá þetta volduga land sem í allri margbreytni sinni órofa heild frá austri til vesturs og norðri til suðurs. Þó fannst mér ef til vill enn meir til Suður-Ameríku koma. Ég tók fúslega boði að sækja þangað þing alþjóðlega penklúbsins því mér þótti sem aldrei hefði verið brýnna að efla andlega samstöðu manna út yfir mörk landa og tungna. Síðustu stundirnar fyrir brottförina frá Evrópu gafst okkur alvarleg viðvörun í veganesti. Á þessu sumri 1936 hófst spænska borgarastyrjöldin sem virtist á ytra borði vera innanlandsdeila þessa fagra harmsuguríkar lands en var í rauninni forleikur að framtíðar átökum tveggja andstæðra stjórnmálakerfa. Ég lagði upp frá Southampton með ensku skipi og hélt hálft í hvoru að skipið myndi sleppa fyrsta venjulega viðkomustaðnum Vigo til að sneiða hjá styrjaldarsvæðinu. Mér til undrunar var þó siglt þar inn á höfnina og okkur farþegunum jafnvel leyft að vera í landi nokkra klukkustundir. Vigo var þá í höndum Franco sinna og fjarri sjálfum vígstöðunum. Á þessum fáu stundum bar þó ýmislegt fyrir augu sem gaf fyllstu ástæðu til alvarlegra íhugana. Fyrir framan ráðhúsið þar sem fáni Francos blakti stóðu unglingspiltar í röðum. Þeir voru klæddir að sveita sig og hafði sýnilega verið stemt saman úr nálægum þorpum en til eftirlits voru mestmegnis prestar. Ég áttaði mig ekki á því strax hvað til stóð með þá. Voru þetta kannski verkamenn sem kvaddir höfðu verið til einhverja þegnskylduvinnu? Eða voru þetta atvinnuleysingjar sem átti að útluta matgjöfum? En eftir fjórðungsstundar sá ég piltana koma í 9 gervi út úr ráðhúsinu. Þeir voru í flungun 9 einkennisbúningum og baru riffla með byssustingjum. Undir forystu liðsforingja var þeim dengt upp á álíka spánnýja bíla sem óku með þá eftir strætunum áleiðis út úr bænum. Mér brá. Hvar hafði ég séð þetta áður? Fyrst á Ítalíu og síðan í Þýskalandi. Þar, eins og hér, höfðu allt í einu birst þessi salla fínu einkennisbúningar ásamt 9 bílunum og vélbyssunum. Og enn sem fyrr spurði ég sjálfa mig, hver útvegar, hver borgar þessa 9 búninga? Hver annast þjálfun þessara blásnöðu pilta? Hver sigar þeim gegn ríkjandi stjórnvöldum, gegn réttkjörnu þingi, gegn lögmætri fulltrúasamkomu þjóðarinnar? Mér var kunnugt að ríkissjóður var í höndum hinnar löglegu ríkisstjórnar sem og vopnabúrin. Þessir bílar og vopn hlutu að hafa verið send erlendis frá. Þau höfðu án efa komið frá Portúgal því þetta var skammt frá landamærunum. En hver hafði útveð þau? Hver hafði borgað þau? Það voru hinn 9 öfl voru að seilast til valdanna, hinn sömu sem allstaðar voru að verki, öflin sem höfðu dáleika á ofbeldinu og gátu ekki án ofbeldisins verið. Í þeirra augum voru allar hugmyndir við aðhylltumst, svo sem friður, mannúð og sáttvísi, gamaldags grillur. Ljósfælnir náungar sem héldu sig á skrifstofum fyrirtækja sinna hagnýttu sér purkunarlaust æðislega hugsunarhneigð æskunnar til framdráttar valdaginsinni og gróðabralli. Ofbeldisöflin bjuggust hér til að beita nýjum kennlegri aðferðum til að steypa voru ólánsömu Evrópu út í hina gömlu villimennsku stríðsins. Einstakt atvik sem fyrir augun ber orkar ævinlega meir á hugan en 1000 blaðagreina og bæklinga. Aldrei kom mér slíkur fyrirboði þess hvað biði okkar sjálfra og álfunnar sem á þessari stundu ég sá ungum saklausum piltum fengin í hendur vopn frá þessum huldumönnum, vopn sem þeir áttu síðan að bera á jafn saklausa stallbræður sína og samlanda. Þegar skipið lét úr höfn eftir nokkura stunda viðdvöl, gekk ég hið bráðasta undir þiljur. Ég fékk ekki afborið að leiða framar augum þetta fagra land sem hafði af annarlegum völdum orðið grimmilegri tortímingu að bráð. Mér virtist Evrópa væri að ganga fyrir ætternisstapan vegna blindri sjálfran sín. Evrópa, þetta helga heimkynni okkar, vagga og háborg vestrænnar menningar. Því meir hló mér í hugur í brjósti að sjá Argentínu. Aftur vorum við á Spáni. Hér var spænsk menning varðveitt og ræktuð í nýrri víðlendari jörð,
sem hafði ekki enn verið vökvuð af heiftarblóði. Hér var nóg að bíta og brenna, auður og allsnægtir, hér var endalaust landrými og því örugt vistabúr framtíðarinnar. Ég varð altekinn áköfum fögnuði og nýju trúnaðartrausti. Hafði menning þjóðanna ekki flust land úr landi 1000 ára, hafði frjóin ekki ævinlega lifað af og borið ný blóm og nýjan ávöxt, þótt stofnin væri fallin fyrir öxinni. Það sem kynslóðirnar höfðu skapað fyrr og nú tortímdist aldrei að fullu. Manni varð að lærast að hugsa í meiri víðernum og lengri tímabilum. Ég sagði við sjálfa mig að menn ættu ekki eingöngu að hugsa evrópskt, heldur út fyrir endimörk Evrópu, ekki að sökkva sér niður í deyjandi fortíðarmenningu, heldur stuðla að endurfæðingu hennar. Innileg og almenn hlutaka íbúa þessara 9 milljóna borgar í þinghaldi okkar færði mér heim sanninum að við vorum hér ekki framandi gestir og að trúin á andlega einingu sem við höfðum helgað hið besta í fari okkar var hér virk og lifandi og að úthafið var engin tálmi lengur á tímum hins nýja hraða. Nýtt verkefni leysti hinn gömlu af hólmi að byggja upp í stærra sniði og að meiri djörfung þá sameiningu sem okkur dreymdi Hafi ég gefið upp alla von Evrópu eftir að ég sá Hitler þar undir komandi styrjöld, þá öðlaðist ég nýja trú og von undir Suðurkrossinum. Eigi fannst mér minna til Brasilíu koma og þótti hún ekki gefa síðri fyrirheit, þetta land ótæmandi náttúrugæða með fegurstu borg heimsins, land sem tekur yfir slíkar ómælis víðáttur að þær verða ekki enn í dag sigraðar með járnbrautum né vegum og jafnvel ekki flugvélum. Hér var ræktarsemin við fortíðina jafnvel meiri enn í sjálfri Evrópu og enn sem komið var hafði spillingin sem fór í kjölfar heimstyrjaldarinnar fyrri ekki náð að menga lands sið og þjóðaranda. Menn lifðu hér í sátt og samlyndi, umgengni hinna ólíku kynþátta var hér prúðmannlegri og ekki eins fjandsamleg og í Evrópu. Hér var maður ekki skilinn frá manni af fáránlegum kenningum blóð, kynstofn og ætterni. Manni sagði svo hugurum að hér mætti lifa farsælu lífi, hér biðu framtíðarinnar takmarkalausar gnægðir landrýmis, meðan ríkin og stjórnmálamennirnir í Evrópu kljáðust og kýttu hvert smáskika lands. Hér beið landið enn eftir að fólki kæmi að nýtja það og uppfylla með nærveru sinni. Sá skerfur sem Evrópa hafði lagt til siðmenningarinnar gat þróast hér og ávaxtast glæsilega. Hinn nýstárlega margslungna náttúrufegur þessa lands veitti mér augnaindi leið og ég skyngdi sinni framtíðina. En Evrópa og áhyggjurnar út af örlögum hennar urðu ekki umflúnar með ferðalögum, jafnvel ekki langferðum til framandi landa á önnur jarðarkvel. Það var líkast grálegri hefnd náttúrunnar á hendur manninum að öll afrek tækninnar sem höfðu gert honum kleift að ná leyndustu öflum á vald sitt skildu jafnframt svipta hans sálarfriði. Enga bölvun meiri hefur tæknin leitt yfir okkur en þá að hún hefur komið í veg fyrir að við gætum flúið samtíðina stundinni lengur. Á hörmungatímum gátu fyrri kynslóðir leitað einveru og fásinnis en okkur var fyrirbúið að vita samstundis og skynja allt sem miður fór á hnettivorum. Hversu langt sem ég var komin burt frá Evrópu voru örlögin ávallt í fylgd með mér. Ég sté nótt á land í Pernambuco, Suðurkrossin var á himni og þeltökt fólk allt í kring á strætunum. Þá las ég á veggspjaldi fréttirnar sprengjuárásina í Barcelona og aftöku spænsk vinar míns sem ég hafði átt margar ánægjustundir með fáum mánuðum áður. Eitt sinn ég var á fleygiferð í púlmannvagni milli Houston og einhvers annars olíubæjar í Texas, heyrði ég einhvern öskra trillingslega á þýsku. Eitt samferðamanna hafði í grandaleysi stilt útvarpið á bylgjulengd Þýskalands og meðan ég brunaði í lestinni sléttur Texas fylkis varði ég að hlusta á eina af æsingaræðum Hitlers. Það var engrar undankomu auðið, hvorki á degi né nóttu. Einlægt var ég haldið nagandi kvíða vegna Evrópu og ævinlega staldraði hugurinn við Austurríki. Það kann að virðast smásmuguleg ættjarðarást að mér skildi vera svo hugarhaldið örlög Austurríkis árásarhættan vofði yfir heiminum allt frá Kína að Ebró og Manzanaresbökkum.
en ég vissi að örlög Evrópu voru komin undir afdrifum þessa litla lands sem var af tilviljun ættland mitt. Sé litið öxl og reynt að benda á stjórnmálaglöpin eftir heimstyrjöldina, þá auðsætt að stærsta kórvillan var sú að evrópskir og amerískir stjórnmálamenn skyldu ekki framkvæma hina ljósu og einföldu áætlun Wilsons í staðinn fyrir að afskræma hana. Hugmynd hans var að veita smáþjóðunum frelsi og sjálfstæði, en hann sá réttilega fram á að slíkt frelsi og sjálfstæði var haldlaust nema öll ríki, stór og smá, gengju í eitt allsherjar bandalag. Með því að mynda ekki slík allsherjarsamtök, raunhæft og algjört þjóðabandalag, en framkvæma aðeins hinn þátt áætlunarinnar, sjálfstæði smáríkjana, var sköpuð sífellt togstreita sem horfði ekki til friðar. Fátt háskarlegra en stórveldis órar smáríkja, enda voru þessi ríki ekki fyrr komin á fót en þau voru komin í innbyrðis refskák og farin að agnúast út af smá skikum, Pólverjar gegn Tékkum, Ungverjar gegn Rúmenum, Búlgarar gegn Serbum, en veikast allra ríkja sem átti í slíkum útistöðum var Austurríki gagnvart ofjarli sínum, Þýskalandi. Ég endurtek að þetta sundraða og limlesta land fyrrum var óðal þjóðhöfðingja sem réðu lögum og lofum í álfunni, var einmitt undirstöðu steinninn í múrvegnum. Ég vissi það umfram fólkið í ensku milljónaborginni að Tékkóslóvakía var dæmd til falls leið og Austurríki og að Balkanlöndin yrðu Hitler harla auðveld bráð svo væri komið. Ég vissi líka að tækju nasjonalsósíalistar Vín, það var sérstaklega til þess fallin að verða í höndum slíkra hrotta tæki til að koma losi á Evrópu og lyfta henni af lömum. Við Austurríkismenn vissum hversu ofsaleg fíkn rak Hitler til Vínar, þeirrar borgar sem hafði séð hann þegar læging hans var mest. Þangað vildi hann halda innreið sína sem sigurvegari. Því var það að í hvert sinn sem ég brá mér til Austurríkis og sneri tilbaka yfir landamærin varp ég öndinni léttara, ekki enn, og leit síðan öxl eins og væri það í hinsta sinn. Ég sá að hrunið nálgaðist og varð ekki umflúið. 100 morgna á þessum árum, þegar hinir gripu dagblaðið alls ókvíðnir, bar ég í brjósti dulinn ótta við að sjá þar fyrirsögnina Finis Austriae. Hörmulega hafði ég blekkt sjálfan mig með því að ímynda mér að ég hefði slitið mig úr tengslum við örlög þessa lands. Í fjarlægðinni tók ég dag hvern þátt í hörðu og langvinnu helstríði þess. Langtum mér þátt en vini mínir þar í landi sem létu blekkjast af ættjarðar skvaldrinu og sögðu sýnt og heilagt hver við annan: Frakkland og England geta ekki látið Austurríki falla. Og umfram allt mun Mussolini ekki láta það viðgangast. Þeir trúðu á þjóðabandalagið og friðarsamningana eins og sjúkur maður á lyf í fögrum umbúðum. Þeir lifðu glaðir og andvaralausir meðan ég, sem sá allt í skýrara ljósi, gat ekki á heilum mér tekið. Síðasta ferð mín til Austurríkis kom ekki heldur til af öðru en einu slíku hræðslukasti við yfirvofandi hrun. Haustið 1937 skrapp ég til Vínar til að heimsækja aldraða móður mína, en hafði þá ekki hríð átt þar neinum brýnum erindum að gegna. Einn dag hádegið, nokkrum vikum seinna, það lítur að hafa verið í nóvember, var ég á leið heim til mín Regent Street og keypti Evening Standard í leiðinni. Þetta var sama daginn og Halifax lávarður flaug til Berlínar til að reyna í fyrsta sinn að semja við Hitler persónulega. Á forsíðu þessa eintaks af Evening Standard, ég sé þetta fyrir mér enn, textin var feitletraður hægra megin á síðunni, voru talin upp einstök atriði sem Halifax vildi ná samkomulagi við Hitler. Þar á meðal fjallaði ein greinin Austurríki. Ég las, eða þóttist geta lesið milli línana, að Austurríki skildi fórnað, því hvað gat samkomulag við Hitler þýtt annað? Við Austurríkismenn vissum ofurvel að í því máli myndi Hitler aldrei slaka til. Það var athyglisvert að þessi upptalning á samningsatriðunum birtist aðeins í hádegisútgáfu blaðsins en var gersamlega horfin úr öllum síðdegisútgáfum þess. Seinna kvisaðist að ítalska sendiráðið hefði útvegað blaðinu þessar upplýsingar því 1937
óttuðust Ítalir ekki annað meir en það að Bretar og Þjóðverjar færu á bakvið þá og kæmust að samkomulagi. Ekki get ég úr því skorið hvað hæft kann að hafa verið í þessari fréttaklausu sem fórvist fram hjá flestum. Hitt veit ég hvílíkum skelk sú tilhugsun skaut mér í bringu að Hitler og englendingar skildu vera farnir að semja Austurríki. Ég blygðast minn ekki fyrir að játa að blaðið skalf í höndum mér. Hvort sem fregnin var sönn eða login, þá fékk hún meir á mig en nokkur önnur áraraðir, því enda þótt hún hefði ekki í sér fólkið nema brot af sannleikanum, þá var þetta upphafið að endalokunum. Þá hrindi steinninn úr múrveggnum og þar með múrin allur. Ég sneri við í skyndi, stökk inn í næsta strætisvagn og ók til afgreiðslu Imperial Airways til að spyrjast fyrir flugfar næsta morgun. Mér langaði til að sjá móður mína, fjölskyldu mína og átthaga einu sinni enn. Það vildi svo vel til að ég fekk farmiða, snaraði í flýti nokkru dóti ofan í tösku mína og flaug til Vínar. Vinir mínir urðu steinhissa að ég skildi koma aftur svo fljótt og fyrirvaralaust, en yfirtak hlógu þeir að mér þegar ég tjáði þeim áhyggjur mínar. Alltaf var ég sá gamli Jeremías, sögðu þeir háðskir. Þeir spurðu hvort ég vissi ekki að austurríska þjóðin stæði sem einn maður bak við snúsning. Þeir fóru mörgum fögrum orðum hinar glæsilegu kröfugöngur föðurlandsfylkingarinnar. Ég hafði hins vegar veitt í eftirtekt í Salzburg að flestir þáttakenda báru einingarmerkið í barminum aðeins til að tefla ekki atvinnu sinni í tvísýnu, en höfðu fyrir löngu verið svo framsýnir að láta jafnframt skrá sig hjá nasjonalsósíalistum í München. Ég hafði bæði numið og ritað sögu of mikið til þess að vita ekki að fjöldinn snýst á þá sveifina þar sem þyngdarafl valdsins liggur hverju sinni. Ég vissi að sömu raddir sem í dag hrópuðu Heil Snúsnik mundu á morgun æpa Heil Hitler. En allir vínarbúar sem ég hafði tal af voru öldungis áhyggjulausir. Þeir sátu veislur hver hjá öðrum í samkvæmisklæðum, grunlausir að brátt mundu þeir íklæðast kuplum fangabúðana. Þeir þyrptust í búðir til að kaupa til jólanna fyrir hinn fögru heimili sín, grunlausir að innan fárra mánaða yrðu þau frá þeim tekin, rænd og rúin. Í fyrsta sinn tók mér sárt að horfa upp á léttlindi og áhyggjuleysi hinnar gömlu Vínarborgar sem ég unni svo mjög áður fyrr og þrái síðan alla mína daga. Þetta áhyggjuleysi sem þjóðskald Vínarbúa Anzengruber orðaði svo stutt og laggott Es kann dir nichts geschehen, ekkert getur komið fyrir þig. En kannski voru þeir, þegar á allt var litið, vitrari en ég, þessir vinir mínir í Vín, því ekkert snart þá fyrir en það gerðist í raun og veru, en ég hafði aftur á móti liðið alla ógjafuna fyrirfram í ímyndun minni og síðan öðru sinni hún varð að veruleika. Svo mikið var víst að ég skildi þá ekki lengur og þeir ekki mig. Að öðrum degi liðnum varaði ég engan við framar. Hvaða vit var ég að ónaða fólk sem vildi ekki láta raska rósinni? Ég ekki að gylla veruleikan eftir á, heldur fer með heilagan sannleik ég segi að síðustu dagana í Vín hafi ég hvatt sérhverja gamalkunna götu, hverja kirkju, hvern garð, hvern einasta afkima fæðingarborgar minnar af þögulli hryggð. Aldrei meir. Ég faðmaði móður mína og hugsaði á laun, þetta í hinsta sinn. Ég skynjaði hvert hlut í þessari borg, þessu landi með einni og sömu kennd, aldrei framar, og vissi að ég var að kveðja fyrir fullt og allt. Ég ók í gegnum Salzburg án þess að stíga út á brautarpallinn, þó þar í borg væri húsið sem hafði verið vinnustaður minn í 20 ár. Úr lestarglugganum hefði ég getað séð hilla undir húsið mitt sem geymdi allar minningar liðina ára. En ég horfði ekki þangað. Til hvers hefði það verið? Þar myndi ég aldrei búa framar. Og á því andartaki sem lestin rann yfir landamærin vissi ég eins og lotgamli í biblíunni að það sem ég lagði að baki var duft og aska. Fortíðin var orðin að saltstólpa. Ég hélt ég hefði getið nærri við hverju mátti búast haturstraumur Hitlers rættist og þóttist vita að hann myndi halda sigurför inn í Vín, borgina sem hafði hrakið hann frá sér fátækan og auðnulítinn þegar hann var ungur maður.
en ímyndunarafl mitt og mannlegt hugarflug yfirleitt hrökk skammt andspænis þeirri ómannlegu grimmd sem leystist úr læðingi þann 13. mars 1938, daginn sem Austurríki og þar með Evrópa varð hinu grímulausa ofbeldi að bráð. Þar sem önnur ríki sýndi á sér greinileg hræðslumerki var þarflaust að leggja á sig nokkrar siðferðilegar hömlur framar. Nú þurfti ekki lengur að hafa sem yfirvarp að marxistum skildi bægt frá stjórnmálum. Hvað varðaði þá nú England, Frakkland eða önnur lönd heimsins? Nú var ekki aðeins rænt og ruplað, heldur lék persónuleg hefnigirni lausum hala. Háskólaprófessorar urðu að hreinsa götur með berum höndum, frómir gráskeggjaðir gyðingar voru dregnir inn í samkunduhúsin þar sem æpandi strákar þvinguðu þá til að falla á kné og hrópa Heil Hitler. Saklausum mönnum var smalað saman eins og fénaði á strætum úti og þeir neyddir til að hreinsa salernin í herbúðum SA manna. Allir hinnir sjúklegu og saurugu hatursórar sem hugur þeirra hafði gamnað sér við nætur fengu nú útrás hábjartan dag. Þó þeir brytust inn í íbúðarhús og slitu eyrnatjás af ferntruðum konum, þá hafði slíkt vafalaust átt sér stað borgir voru rændar í styrjöldum miðalda. Nýlundu sætti aftur á móti hinn blygðunarlausa nautn af að beita menn opinberum pyndingum, andlegum píslum og auðmýkja þá á útsmogin hátt. Frásagnir þetta hafa verið færðar í letur af þúsundum manna sem fyrir því urðu og þegar upp renna friðsælli tímar og siðferðistrekið verður ekki jafn lamað og nú, munu menn lesa með skelfingu hvílíka glæpi einn maður, óður af hatri, framdi í þessari menningarborg á 20. öld. Af hernaðarlegum og pólitískum sigurum Hitlers var sá djöfurlegastur að honum skildi með taumlausum yfirtráðslum takast að sljóvga almenna réttarvitund. Fyrir nýskipunina nægði tilefnislaust mannsmorð án dóms og laga til að setja veröldina á annan endan. Pyndingar voru taldar óhugsandi á 20. öld, eignarnám var þá enn kallað rán og grípdeildir. En hvers eru rangsleitni gagnvart einstaklingum og mannleg þjáning metin núna eftir marg endurteknar Bartolómeusar nætur og eftir að menn hafa daglega verið pyndaðir til bana í klefum SA-sveitana og bak við gaddavírsgirðingar fangabúðana. Árið 1938 eftir atburðina í Austurríki var heimurinn orðinn vanari, ofbeldi, lögleysum og grimmd en hann hafði verið aldaraðir. Fyrr á tímum hefðu þeir atburðir einir sem gerðust í hinni ólánsömu Vínarborg nægt til að vekja fordæmingu heim allan, en á því herrans ári 1938 gat varla heitið að samviska heimsins bærði á sér áður en hún gleymdi og fyrirgaf. Þetta voru einhverjir hræðilegustu dagar ævi minnar. Sýnt og heilagt kváðu við neyðarópin að heiman, maður vissi nána vini sína numda brott, pyndaða og smánaða og skalf við tilhugsunina að vita þá svo hart leikna án þess að fá að gert. Og svo mjög hafa tímarnir öfuðsnúið tilfinningalífi okkar að mér engin launung á að ég hvorki skeldist né syrði þegar mér barst fregnin lát móður minnar sem við höfðum skilið eftir í Vín. Þvert á móti varð mér að vissu leyti léttir að vita hana óhulta fyrir hættum og þjáningum. Hún hafði 4 áttrætt og var næstum orðin heyrnarlaus. Hafði hún íbúð í húsi fjölskyldunar og varð því ekki bólað burt, jafnvel ekki samkvæmt hinni nýju Aríalöggjöf. Hins vegar höfðum við vonast eftir að geta komið henni úr landi áður en langt liði, en tilskipun ein sem út var gefin í Vín lék hana grátt. Sem von var til svo fjörgamla konu var hún orðin óstyrk á fótum og átti örðugt gang. Á daglegum gönguferðum sínum var hún því ávallt vön að hvíla sig á bekk við Ringstrassi eða í einhverjum garðinum þegar hún hafði staulast stuttan spöl. Hitler hafði verið við völd í borginni það bil vikutíma var gefin út svo níðangurslega tilskipun að gyðingar mættu ekki setjast á bekki á almannafæri. Þetta var ein af þeim ákvæðum sem bersýnilega voru fundin upp eingöngu til að svala límskulegum kvalalosta.
Það var óneitanlega nokkur rökvísi og skynsemd í því að ræna gyðinga, því með ránsfengur verksmiðjum, innanstokksmunum, einbýlishúsum og lausum stöðum mátti hygla gæðingum og launa gamla fylgifiska. En það var glæsibragurinn á málverkasafni Görings mest að þakka þessari altíðkuðu venju, svo dæmi sé nefnt. En það var áskilið 20. öldinni og þeim manni milljónir hilla sem mesta stórmenni voru að tíma að meina gömlum konum og örvasa öldungum að tilla sér á bekk til að kasta mæðinni. Til allra hamingju var móður minni hlíft við því að búa lengi við slíka smán og varmennsku. Hún dó nokkrum mánuðum eftir hertöku Vínar og ég get ekki stillt mig að segja frá atviki sem gerðist í sambandi við fráfall hennar. Mér finnst einmitt miklu máli skipta að þvílíkum smáatriðum sé haldið til haga vegna komandi tíma þegar slíkt verður talið óhugsandi. Einn morguninn fékk gamla konan aðsvif allt í einu. Læknirinn sem sóttur var lýsti því yfir að hún myndi naumast lifa næstu nótt af og útvegaði hjúkrunarkonu, kvenmannum fertugt, til að vaka við dánarbið hennar. Nú var hvorugur okkar bræðra viðstattur en við vorum einu börn hennar. Gátum við að sjálfsögðu ekki komið þar sem heimsókn að dánarbeði móður okkar hefði verið metin til glæps af forvígismönnum þýskrar menningar. Þess vegna tók einn frændi okkar að sér að vera í íbúðinni kvöldið svo að minnstakosti einn ættingi yrði viðstattur andlát hennar. Þessi frændi okkar var þá maður 60 og sjálfur heilsuveill, enda dó hann ári seinna. Þegar hann var í þann veginn að búa sig í næsta herbergi birtist hjúkrunarkonan og hvað sér því miður ekki fært vegna hinna nýju ákvæðu nasjonalsósíalista að vera náttlangt hjá henni deyjandi konu. Það skal sagt henni til hróss að hún var allt sneipuleg þegar hún sagði að þar að frændi minn var í gyðingur og hún sjálf kona undir 50, mætti hún ekki vera nætur sakir undir sama þaki og hann, jafnvel ekki yfir dauðvona mannesku, því samkvæmt hugsanagangi Streichers hlaut honum sem gyðingi að vera efst í huga að fremja á henni kynþáttaspell. Hún kvað fyrirmælin koma sér í vonda klípu en sagðist tilneita að hlýða landslögum. Niðurstaðan varð því sú að hinn 60 frændi minn varð að fara burt úr húsinu kvöldið svo að hjúkrunarkonan geti verið hjá móður minni þar til hún skildi við. Kannski skilds mönnum nú hvers vegna ég prísaði mig sælan að þurfa ekki lengur að búa meðal slíkra manna. Fall Austurríkis hafði í för með sér breytingu á einkahögum mínum sem ég áliti fyrstu einungis smávægilegt formsatriði. Ég var sviptur austurríska vegabréfinu mínu og varð að sækja bráðabréfða skilríki til enskra yfirvalda, það vegabréf fyrir ríkisfangslausa. Í heimsborgaradraumum mínum hafði ég oft sett mér fyrir hugskotssjónir hversu dásamlegt það mundi og öldungis að mínu skapi að vera ríkisfangslaus, hafa ekki skyldur við neitt land og verið því öllum jafnt bundin. Enn einu sinni varð ég að viðurkenna hversu skammt mannlegt ímyndunarafl nær. Við skiljum alls ekki hinar veigamestu tilfinningar fyrir en við höfum orðið að reyna þar sjálfar. Þegar ég hitti Dmitri Merezkovski fyrir 10 árum og hann kvartaði það við mig að bækur sínar væru bannaðar í Rússlandi, þá leitaðist ég í einfeldni minni og reynsluleysi að hugga hann með því að það skipti litlu máli meðan þær ættu alþjóðlegri útbreiðslu að fagna. En þegar mínar eigin bækur hurfu af þýskri tungu, skildi ég ofurvel kvartanir hans að fá ritverk sín eingöngu birt í þýðingum, útvötnuð og affærð. Á sama hátt skildist mér fyrst hvað í því fólst að skipta á vegabréfi og útlendingaskilríkjum þegar mér var hleypt inn á ensku embættisskrifstofuna eftir óralanga bið á umsækjandabekk í forsalnum. Sá var munurinn að ég hafði átt tilkall til austurríska vegabréfsins. Sérhverjum austurrískum ræðismanni eða lögreglustjóra bar að veita mér það umyrðalaust sem fullgildum borgara, en til að fá ensku útlendingaskilríkin varð ég að fara bónarvegin. Það var greiði sem ég þurfti að fara fram á og alltaf mátti kippa að sér hendinni með hvenar sem var. Á einu dægri var ég komin sköru lægra en áður. Daginn áður var ég enn erlendur gestur og eins konar gentleman sem eyddi hér alþjóðlegum tekjum sínum
og innti af höndum skatta og skyldur, en nú var ég orðinn útflytjandi, flóttamaður. Ég skipaði nú óæðri bekk, þar sem varla gat heitið að menn héldu æru sinni. Hér eftir þurfti ég líka að leggja fram sérstaka beiðni hverja erlenda áritun á þetta plagg, því allstaðar voru menn tortrygnir í garð þeirrar manntegundar sem ég var allt í einu farin að teljast til, en það voru hinir réttlausu útlagar sem ekki var hægt að losna við eins og annað fólk með því að senda þá heim ef þeir gerðust hvimleiðir eða þaulsætnir. Ég myndist oft orða þeirra sem landflótta Rússi hafði sagt við mig fyrir mörgum árum. Áður fyrr dugði manninum að hafa líkama og sál. Nú á dögum þarf hann líka vegabréf, annars ekki fara með hann eins og mannlega veru. Í raun og veru ber ekkert ljósara vitni þann óskaplega afturkipp sem veröldin hefur tekið síðan í heimsstyrjöldinni fyrri en hömlurnar á ferðafrelsi einstaklinga og skerðingar á persónulegu frjálsræði. Fram að 1914 var jörðin öllum frjáls. Allir fóru hvert á land sem þá lysti og voru kyrrt eins lengi og þeim sýndist. Það þurfti engin leyfi né vegabréfsáritanir og alltaf mér jafn skemmt við að sjá hvað ungt fólk verður forviða þegar ég segi frá því að fyrir 1918 hafði ég ferðast til Indlands og Ameríku án þess að eiga vegabréf og hafa yfirleitt aldrei séð slíkt plagg. Menn stigu inn í lestina og út aftur án þess að spyrja neins né vera krafðir sagna og þurftu ekki að útfylla eitt einasta þeirra ótölulegu skilríkja sem nú krafist. Manni var í þá daga ekki íþyngt með slíkri skriffinsku. Vegna sjúklegrar tortryggni allra gagnvart öllum eru landamærin nú orðin margfaldir garðar tollþjóna, lögreglu og hervarða en áður fyrr voru þau ekkert annað en ímyndaðar línur sem menn fóru yfir jafn áhyggjulausir og Greenwich lengdarbauginn. Eftir stríðið tók þjóðernisstefnan að trylla heiminn og var fyrsti sýnilegi votturinn þennan andlega faraldur var xenofóbía, hatur eða að minnstakosti tortryggni í garð útlendinga. Hvarvetna voru menn á verði gegn útlendingum og allstaðar voru þeir hornreikur. Á ferðalögum urðu menn nú að sæta samskonar auðmýkingu og glæpamönnum einum var búinn áður fyrr. Menn urðu að láta ljósmynda sig í krók og kring og verið svo stuttklipptir að sæjist í eyrun, fingraför voru tekin, fyrst aðeins af þumalfingrum, síðan af fingrunum öllum og loks urðu menn að leggja fram alls konar vottorð, heilbrigðisvottorð, bólusetningarvottorð, hegningarvottorð frá lögreglunni og meðmælabréf. Það var að framvísa boðsbréfum og segja til heimilisfang vandamanna, útvega sér siðferðilega og fjárhagslega ábyrgð, útfylla og undirrita eyðublöð í 3-riti og 4-riti og ef eitt blað vantaði var maður búinn að vera. Þetta mega vera smámunir og fljótt á litið kann mönnum að vera smásmygli af mér að hafa orð á þessu yfirleitt. En í þessa fáránlegu smámuni hefur kynslóð vor sólunda dýrmætum tíma sem ekki verður endurheimtur. Ef ég reikna saman hversu mörg eyðublöð ég hef útfyllt á þessum árum, brottfarar yfirlýsingar, skatta og gjaldeyriskvittanir, landamærabréf, dvalarleyfi, brottfararleyfi, komu og brottfarartilkynningar, hversu margar stundir ég hef setið í biðstofum ræðismanna og yfirvalda, hversu marga embættismenn ég hef hitt að máli, ýmist alúðlega eða önuga og allavega fyrirkallaða, hversu mörgum tollskoðunum og yfirheyrslum sem ég hef lent í við landamæri, þá fyrst rennur upp fyrir mér hversu gífurleg verðmæti hafa farið forgörðum á þessari öld, sem okkur bjartsýna æskumenn dreymdi að yrði öld frelsis og alþjóðahyggju. Hversu mjög skyldi þetta ófrjóa sálardrepandi rex hafa dregið úr afkostum okkar og drepið niður sköpunamátt okkar og hugsanarlíf. Á þessum árum hafa flestir okkar lagt meiri stund á að kynna sér opinberar tilskipanir en andleg afreksverk. Þegar komið var í ókunna borg eða framandi land, lá leiðin ekki eins og áður á söfnin eða út í náttúruna, heldur inn á ræðismannsskrifstofu eða lögreglustöð til að útvega sér leyfi. Þegar við komum saman gömlu félagarnir sem höfðum fyrr á árum rætt kvæði Baudelaires og brotið andleg efni til mergjar af eldlegum áhuga, stóðum við sjálfa okkur að því að tala vottorð og ferðaleyfi eða hvort ráðlegra væri nú að sækja dvalaráritun eða ferðaáritun.
Síðast liðin áratug átti maður tilveru sína miklu fremur undir kunningsskap við einhverja undirtillu á ræðismannsskrifstofu sem gat stytt manni biðtíman heldur en vinfengi við menn eins og Toscanini eða Roland. Hver frjálsborinn maður hlaut ávallt að finna að hann var þolandi en ekki gerandi og átti engan rétt en allt sitt undir náð yfirvaldana. Einlægt var maður spurður í þaula, skráður, tölusettur, rannsakaður og stimplaður og enn í dag finnst mér þessari tórnæmu eftirlegukind frá frjálsari tímum sem eitt sem dreymdi að vera heimsþegn að hver stimpill á vegabréfinu mínu sé eins og brennimark, hver spurning og yfirheyrsla eins og smánarblettur. Ég veit full vel að á tímum þegar mannleg verðmæti hafa fallið í gildi hraðara en nokkur gjaldmiðill er þetta ekki annað en hégómi, en því aðeins að þessum smávægilegu sjúkdómseinkennum sé forðað frá gleymsku geta komandi kynslóðir framkvæmt rétta greiningu þeirra andlegu meinsemda sem hrjáðu verölduna á tímabilinu milli styrjaldanna. Kannski hef ég verið of góðu vanur frá fornu fari. Ef til vill hafa hinn óþyrmilegu umskipti seinustu ára reynt of á þolrif mín. Það veldur jafnan óhjákvæmilegri röskun á jafnvægi manns að flytast búferlum landa milli. Það skilur sá gerst sem reynir. Sjálfstraust manns og öryggiskend býður hnekki við að hafa ekki eigin jörð undir fótum. En það viðurkenni ég óhikað að frá þeim degi ég fór að eiga allt undir erlendum skilríkjum og vegabréfum hef ég aldrei verið samur maður og áður. Eitt þáttur persónuleikans, mitt upprunalega, raunverulega sjálf, glataðist mér að fullu og öllu. Ég hef gerst hlédrægari en mér er eiginlegt og nú er ég, sjálfur heimsborgarinn, sífellt haldinn þeirri tilfinningu að ég standi í þakklætisskuld fyrir hvern teig af lífslofti sem ég anda að mér í landi framandi þjóðar. Þegar ég fer að hugsa skýrt sé ég náttúrulega hvílík firra þetta er, en hvers má skynsemin sín gagnvart tilfinningunni. Það stóðar mig ekki neitt þótt ég hafi í hálfa öld tamið hjarta mínu að slá eins og sæmir citoyen du monde. Þann dag sem ég var sviptur vegabréfi mínu uppgötaði ég, 58 ára gamall, að sá sem rændur er ættjörðinni glatar öðru og meira en afmörkuðum skika lands. En ég var ekki einn þetta öryggisleysi. Ólgan fór að breiðast út alla álfuna smátt og smátt. Dökkar blikur voru á stjórnmálahimninum allt síðan Hitler réðst á Austurríki og þeir menn í Bretlandi sem höfðu greitt götu hans í von að kaupa sínu eigin landi frið fóru nú að hugsa margt. Hvar sem menn hittust að máli eftir 1938, hvort heldur var í Róm, Brussel eða annar staðar, máttu einu gilda hvað rætt var í fyrstu. Ávallt kom talið þar niður að lokum hvort og hvernig styrjöld yrði afstýrt eða að minnstakosti slegið og frest. Líti ég öxl til þessara mánaða þegar stríðsóttin greip jafnt og þétt sig í Evrópu, minnist ég aðeins 2 eða 3 daga þegar útlitið virtist algerlega tryggt. Þetta var í síðasta sinn sem horfur virtust á að rofa mundi til, svo menn gætu andað frjálst og létt eins og fyrrum. Svo ankannalega vill til að þetta voru einmitt þeir 2 dagar sem taldir eru einhverjir mestu óheilla dagar í sögu seinni tíma, dagarnir þegar Chamberlain og Hitler fundust í München. Ég veit að mönnum er óljúft að vera myndir á þennan fund Chamberlain og Daladier gáfust upp fyrir Hitler og Mussolini án þess að fá rönduði reist. En af því að ég vil aðeins segja blákaldan sannleikan, hlýt ég að játa að öllum sem þá voru staddir í Englandi fundust þetta dýrlegir dagar. Síðustu daga septembermánaðar 1938 virtust öll sund vera lokuð. Chamberlain var nýkominn úr annarri för sinni á fund Hitlers og nokkrum dögum seinna var á allra vitorði hvað gerst hafði. Chamberlain fór til Göteborg gaggjart til að gefa Hitler eftir skilyrðislaust allt sem hann krafðist í Berchtesgaden. En það sem Hitler hafði gert sig ánaðan með nokkrum vikum áður fullnægði nú hvergi nærri sefasjúkri valdagirnd hans. Stefna tilslakana og ítrekkaðra sáttatilrauna hafði brugðist hrapalega og þar með var trúgirnistímabilið á enda kljáð í einu vetfangi. England, Frakkland, Tékkóslóvakía
og raunar Evrópa öll áttu nú ekki annara kosta völ en beygja sig í duftið fyrir ósveigjanlegum yfirgangi Hitlers ellegar freista þess að stöðva hann með vopnavaldi. England virtist til í allt. Það var ekki lengur farið í launkofa með vígbúnaðinn, öllu heldur virtist látið sem mest á honum bera. Allt í einu fóru verkamenn að grafa loftvarnarbyrgi í listigörðum Lundúnaborgar, Hyde Park og Regent's Park og síðast en ekki síst gegnt þýska sendiráðinu. Flotinn var kvaddur til vopna, herráðsforingjarnir voru á þönum fram og aftur milli Parísar og Lundúna til að ganga frá varnarráðstöfunum sínum. Útlendingar flyktust borð í Ameríkuförin til að komast á óhultan stað í tæka tíð. Englendingar höfðu ekki brugðið svo hart við síðan 1914. Allir voru alvarlegir í bragði. Ég horfði á húsin og mannhafið á strætunum var mér hugsað, skildi nú ekki sprenginum rigna hér yfir strax á morgun. Og á heimilunum hnappaðist fólkið saman kringum viðtækin til að hlusta á fréttirnar. Engum gat dulist stundinni lengur hið þögula ofvæni sem gripið hafði mennum landallt. Þá rann upp hinn sögulegi þingfundur Chamberlain skýrði frá því að hann hefði gert enn eina tilraun til að ná samkomulagi við Hitler og boðist til að koma til fundar við hann hvar sem væri í Þýskalandi til að bjarga hinum hætt komna heimsfriði. Enn hafði svar ekki borist við þessu tilboði. En þegar fundurinn stóð sem hæst gerðist þá dramatíski atburður að skeyti barst frá Hitler og Mussolini þar sem þeir fjallust á sameiginlega ráðstefnu í München. Á samri stund bar það við sem nær einsdæmi í sögu Englands að fulltrúadeild breska þingsins misti alveg stjórn á sér. Þingheimur stökk á fætur með ópum og lófataki og áheyrendapallar glumdu við að fagnaðarlátum. Langt árabil hafði hinn virðulega deild ekki látið í ljós slík gleðilæti. Frá almennu sjónarmiði var stórfenglegt að sjá hvernig þessi einlægi fögnuður braut af sér þá hófstillingu og hlétrækni sem Bretum annars gefin. En pólitískt var þessi útrás tilfinninga hið mesta glapræði því með fagnaðarlátunum hafði þing og þjóð ljóstrað upp óbeit Breta á stríði og fúsleika þeirra að fórna hverju sem var fyrir friðin, jafnvel hagsmunum og áliti. Þannig fekk Chamberlain strax á sig það orð að hann færi ekki til München til að berjast fyrir friði, heldur til að betla frið. Samt grunaði engan hvílík uppgjöf var fyrir dyrum. Allir héldu, þar á meðal ég sjálfur, að Chamberlain færi til München í því skyni að semja en ekki til að gefast upp. Nú liðu 2-3 dagar í brennandi óþreyju, heimurinn stóð á öndinni. Það var haldið áfram að grafa fyrir byrgjum í görðunum, enn var unnið í vopnasmiðjunum, loftvarnabissum komið fyrir, gasgrímum útlutað, fyrirhugað var að flytja börn á brott úr Lundúnum og ýmsar dularfullar ráðstafanir gerðar sem almenningur skildi að vísu ekki, en allir vissu þó að hverju miðuðu. Enn leið næsti morgun og dagur að kvöldi og menn biðu frétta úr blöðum og útvarpi. Menn endurlifðu stundirnar frá því í júlí 1914, hina skelfilegu kveljandi bið eftir því hvort sagt yrði af eða á. Og síðan var eins og snarpur stormbilur feykti burt grúfandi skýjum, það var eins og fargi væri létt af mönnum. Fregn hafði borist að Hitler og Chamberlain, Mussolini og Daladier hefðu orðið algerlega ásáttir og þó var meira hitt vert. Chamberlain hafði tekist að ná samkomulagi við Þýskaland sem tryggði að öll ágreiningsmál rísa kynni milli landanna alla framtíð yrðu útkljáð á friðsamlegan hátt. Þarna virtist þrautsegur friðarvilji miðlungsmanns á stjórnmálasviðinu hafa hrósað úrslitasigri og allra hugir hrærðust í þökk til hans á þessari stundu. Útvarpið flutti boðskapinn friður vora daga, sem kunngerði voru hreldu kynslóð að við mættum ennum sinn lifa í friði, lausir við angur og kvíða og mættum leggja okkar skerf til að skapa nýja og fegri veröld. Hver sá sem reynir nú að gera lítið úr þeim áhrifum sem þessi töfra orð höfðu á okkur fer með staðlausa stafi. Því hver gat ímynda sér að sá sem sneri sigraður heim byggist til að halda sigurför? Ef almenningur í Lundúnum hefði vitað fyrir víst hvenar Chamberlains var von frá München þennan morgun, hefði fólk flykst í 100.000 tali út á Croydon flugvöllin til að fagna honum,
hylla mannin sem áliðin var að hafa bjargað friðinum í Evrópu og sæmd Englands. Svo komu blöðin út. Þau birtu myndir af Chamberlain þar sem hann stóð stoltur og brosleitur í dyrum flugvélarinnar og veifaði hinu sögulega plaggi boðaði frið vora daga og hann færði þjóðsinni sem kjörgrip. Annars myndi hörkusvipur hans óheillavanlega á fugl sem hefur verið reittur til reiði. Kvöldið sýndu kvikmyndahúsin myndir af atburðinum en sýningargestir spruttu á fætur með fagnaðarópum og lá við sjálft að þeir föðmuðust, svo snortnir urðu þeir af því bróðurþeli sem heimurinn átti nú í vændum. Öllum sem þá voru staddir í Lundúnum eða annar staðar í Bretlandi var þetta óviðjafnanlegur og fagnaðaríkur dagur. Slíka merkisdaga sögunar hef ég unun af að sveima strætin til að skynja hugblæð þeirra betur og áþreifanlegar, teyga að mér andrúmsloft samtímans í bókstaflegum skilningi. Verkamennirnir voru hættir við að grafa jarðbyrgin í listigörðunum. Nú stóð fólkið hlæjandi og masandi allt í kringum þau, því friður vora daga gerði loftarnarskýli þarflaus með öllu. Tveir strákar voru að flimta það að ósvikinni lundunarmálisku að væntanlega yrði þessum neðanjarðarbyrgjum breytt í salerni en það væri hörgull á þeim í Lundúnum. Þetta vakti almenna kátínu því nú virtust allir hafa hrest og lifnað við eins og jurtir eftir þrumuskúr. Menn báru höfuðið hærra en daginn áður eins og byrði væri af þeim létt og gleði glampa brá fyrir í hinum köldu augum Bretanna. Það virtist bjartara yfir húsunum eftir að maður vissi að sprengjurnar vofðu ekki yfir þeim. Strætisvagnarnir sýndu snotrari, sólin skærari, fjöldinn öðlaðist nýjan lífsþrótt við þessi kyngimögnuðu orð. Og ég fann hvernig þau juku sjálfum mér ásmegin. Ég var óþreytandi á göngunni, kvatari og léttari í spori. Þessi bylgja af nýju trausti bar mig áfram með auknum þrótti og gleði. Á gatnamótunum við Piccadilly kom maður stikandi til mín. Það var enskur embættismaður sem ég þekkti varla neitt, ákaflega hægur maður og hlétrægur. Undir venjulegum kringumstæðum hefðum við aðeins heilsast kurteislega og aldrei myndi honum hafa til hugar komið að taka mig tali. En nú kom hann til mín með tindrandi augu. Hvað segið þér Chamberlain? Sagði hann himinlifandi. Enginn vildi trúa honum og samt gerði hann það eina sem rétt var. Hann lét sig ekki og þar með bjargaði hann friðnum. Svona hugsaði fólk þennan dag, líka ég. Gleðin entist einnig allan næsta dag. Blöðin fögnuðu einum rómi. Í kauphöllinni stigu verðbréfin upp úr öllu valdi. Frá Þýskalandi kvað við vinsamlegan tón fyrsta sinn í mörg ár. Í Frakklandi var ráðgert að reisa Chamberlain minnismerki. En því fór verr að þetta var aðeins hinsti blossin á skarinu áður en ljósið slokknaði að fullu. Strax næstu daga fór ýmislegt að kvisast sem ekki vissi á gott. Það kom á daginn hver uppgjöfin fyrir Hitler hafði verið alger og hver smánarlega Tékkóslóvakía var svikin í tryggðum þrátt fyrir hátíðlega loforð hjálp og styrk. Í vikunni eftir var líðum ljóst að jafnvel þessi uppgjöf hafi ekki verið Hitler nóg. Áður en undirskriftirnar voru þornaðar hafði hann rofið hvert einasta samningsatriði. Goebbels rópaði nú út yfir borg og bí að Bretum hefðu verið settir kostir í München. Skert vonarblís var slokknað. En það hafði ljómað einn dag, jafnvel 2 og iljað okkur hjartarætur. Ég get ekki gleymt og vil ekki gleyma þessum dögum. Eftir að uppvíst varð hvað raunverulega gerðist í München hafði ég, þó kynlegt sé, minna en fyrr saman við Englendinga að sælda. Sökin var mín því ég leiddi þá hjá mér eða réttar að sagt sneitti hjá viðræðum við þá þótt ég hlyti að meta þá meir en áður. Þeir reyndust flóttamönnunum sem streymdu hópum saman yfir sundið hinir bestu drengir, sýndu þeim samúð, veglindi og hjálpfýsi. En milli okkar og þeirra reis ósýnilegur múrveggur sem skildi okkur að. Ofbeldið hafði bitnað á okkur en ekki þeim enn sem komið var. Við skildum hvað gerst hafði og gerast mundi en þeir þibbuðust við að skilja það, sumpart gegn betri vitund. Þeir reyndu að ganga fram í þeirri dul að loforð væru loforð, samningar væru samningar og að gerlegt mundi að semja við Hitler
ef aðeins væri rætt við hann af skynsemi og skilningi. Leiðtogar Breta sem voru fyrir aldalanga lýðræðishefð gagnhollir lögum og rétti gátu ekki séð eða vildu ekki sjá að farið var að beita markvisst nýjum aðferðum, grálegum og siðlausum og að Þýskaland hið nýja hafði að engu þær leikreglur sem gilt höfðu í samskiptum þjóða og réttarfari hvenar sem því bauð svo við að horfa. Hinum glöggskyggnu og framsýnu Bretum sem höfðu fyrir löngu lagt niður allar reyfaramennsku fannst ósennilegt að þessi maður sem hafði fram að þessu hlotið svo auðunna sigra færi nú að tefla á tæpasta vað. Þeir óskuðu og vonuðu í lengstu lög að hann mundi beina geiri sínum gegn öðrum og þá helst af öllu Rússum, en á meðan mundi gefast tóm til að ná við hann einhvers konar samkomulagi. Við vissum hins vegar að einmitt mátti búast við öllu því versta. Við geymdum allir í vitundinni mynd af myrtum vini eða pynduðum félaga og það gerði sjón okkar hvassari og hlífðarlausari. Við hinnir hundeltu réttindalausu útlagar vissum að engin átilla var ofráleit og fölsk þegar rannskapur og valdabrölt var annars vegar. Þess vegna töluðu hvorir sitt tungumál, þeir sem höfðu lent í eldröninni og hinir sem áttu það eftir, útflytjendur annars vegar, englendingar hins vegar. Ég held það sé ekkert orðum aukið að við höfum verið einu mennirnir í Englandi auk hverfandi fárra Breta sem gerðum okkur fulla grein fyrir hættunni. Eins og í Austurríki forðum varð hlutskipti mitt í Englandi að sjá svo glöggt hvað var í aðsigi og það varð mér óbærileg raun. Sá var munurinn að hér var ég útlendingur og þrásetugestur og dirfðist ekki að vara menn við. Við sem vorum þegar brennimertir örlögunum urðum því að láta okkur nægja að bera okkur upp hver við annan þegar einn beiski forsmekkur komandi tíma brann okkur á vörum. En mikill var kvíðinn fyrir afdrifum þessa lands sem hafði tekið okkur svo bróðurlega. Hversu ískyggilega sem horfir geta viðræður við siðferðilega háþroskaðan anda veitt manni ótrúlega hugsvölun og sálarstyrk. Þessu fékk ég ógleymanlega sönnun fyrir þegar ég var svo lánsamur að eiga nokkrar ánægjulegar samverustundir með Sigmundi Freud síðustu mánuðina áður en stríðið skall á. Mánuðum saman var ég í öngum mínum að vita þennan heilsutæpa öldung á níræðisaldri skilin eftir í Vínarborg Hitlers, þar til valkvendinu Maríu Bonaparte, prinsessu, tryggasta lærisveini hans, tókst að forða honum til Lundúna, þessum manni merkastur var allra íbúa hinnar ánauðugu Vínarborgar. Það var mikill gleðidagur í lífi mínu ég las í blaði að hann var í stíginn á breska grund. Þar sá ég þann vin minn sem ég mat mest og hafði talið glataðan, heimtan úr helju. Á Vínarárunum kynntist ég Sigmundi Freud, hinum mikla og stranga persónuleika sem dýpkað hefur og víkkað þekkinguna á mannssálinni meir en nokkur annar maður á vorum dögum. Þá átti hann formælendur fáa og var almennt litið á hann sem einþykkan og vandsetin sérvitring. Hann var eldheitur sannleiksunnandi en gerði sér jafnframt ljósa grein fyrir þeim takmörkunum sem sannleikanum eru ávallt settar. Til að mynda sagði hann eitt sinn við mig, það ekki til hreinn sannleikur fremur en hreinn vínandi. Geirlaugs hætti hann sér út á þekkingarsvið sem órannsökuð voru í þann tíð, hinn ókönnuðu undirdjúp hvatalífsins menn sneiddu hjá af blygðunarsemi. Af þessum sökum hafði hann fjarlægst háskólan þar sem akademísk varfærni réð ríkjum. Öld hinnar bjartsýnu frjálshyggju sá fram á að upptaka sálfræði þessa ótrauða hugsuðar myndi grafa undan kenningu hennar að skynsemi og framfarir yrðu hvötunum smám saman yfirsterkari. Hún fann að hinnar óhlýfnu könnunaraðferðir hans voru hættulegar þeim vinnubrögðum hennar að leiða hjá sér allt það sem valdið gat óþægjendum. Það var ekki háskólinn einn, ekki aðeins klíka nokkur að taugalækna af gamla skólanum sem reis öndverð gegn þessum baldna utangarsmanni, heldur allur gamli heimurinn, gamli hugsunarhátturinn og hefðbundið velsæmi yfirleitt. Öldin sjálf óttaðist að vera svipt hulunni. Læknarnir sneru við honum bakinu smátt og smátt, sjúklingar hættu að leita til hans,
en þegar kenningar hans urðu ekki hraktar vísindalega, jafnvel ekki djörfustu staðhæfingar hans, var reynt að gera lítið úr draumaskýringum hans með því að hafa þær í flimtingum í samkvæmum eins og vínarbúum er lagið. Lítill hópur tryggra fylgjenda kom vikulega saman til umræðufunda hjá þessum hrópanda í auðninni og þar voru lögð fyrstu drög að hinum nýju vísindum, sálkönnuninni. Löngu áður en ég gerði mér grein fyrir hversu víðtæk sú andlega bylting yrði sem óx upp af fyrstu undirstöðuverkum Freuds, hafði óbugandi siðferðistrek þessa einstæða manns unnið mig á hans band. Hér fórloks vísindamaður er samsvaraði hugsjón æskunnar, varkár í fullyrðingum meðan ekki lágu fyrir úrslitasannanir og örugg vissa, en hopaði ekki fyrir neinni andstöðu þegar hann hafði sannfærst réttmæti tilgátu sinnar. Hann var maður lítillátur í einkalífi en að sama skapi vígreifur þegar hann átti einhverja fræðisetningu kenningar sinnar að verja, reiðubúinn að ganga í dauðan fyrir þau sannindi sem niðurstöður hans túlkuðu. Ekki var þetta að hugsa sér hugrekkari fræðimann. Freud þorði alltaf að segja sinni sitt, enda þótt honum væri ljóst að skýr og skorin orð framsetning hans myndi hrella og hneyksla. Aldrei kvikaði hann hársbreidd til að gera sér auðveldara fyrir, ekki einu sinni fyrir siðasakir. Ég er sannfærður að Freud hefði getað sett fram 4/5 hluta kenninga sinna án þess að sæta nokkurri andspyrnu af hálfu háskólamanna ef hann hefði látið sér að lynda að segja ástalíf en ekki kynferðislíf og eros í stað libido og hefði ekki alltaf dregið afdráttarlausar ályktanir í stað þess að tala í hálfyrðum. En þar sem kenningin og sannleikurinn áttu í hlut varð honum ekki þokað, því harðara sem viðnámið var, þeim mun einbettari varð hann. Ef ég leita að tákmynd fyrir siðrænt hugrekki, eina hetjuskapin sem ekki krefst fórnarlamba, sé ég ávallt fyrir mér hið fríða, karlmannlega og sviphreina andlit Freuds og dökk augu hans, upplit stjörf og stillileg. Freud, sem hafði aukið hróður ættjarðar sinnar allan heim og alla framtíð, flýði að heiman til Lundúna, aldurhniginn og þrotin að heilsu. En því fór fjarri að hann var í uppgefin eða bugaður maður. Ég var satt að segja hálf smeykur að ég myndi hitta hann fyrir bitran eða ringlaðan eftir allar þær þrautir sem hann hlaut að hafa þolað í Vín, en fyrir fann hann frjálslegri og ánægðari en nokkru sinni fyrr. Hann fór með mig út í garðinn við húsið sitt í einu úthverfi Lundúnaborgar. Hef ég nokkuð tíman átt fallegra heimili, spurði hann, og strangleika svipurinn frá fyrri árum hafði nú vikið fyrir glaðlegu brosi. Hann sýndi mér eftirlætis gripi sína, egypsku stytturnar sem Maria Bonaparte hefði hjálpað honum að koma undan. Er ég kannski ekki búin að hreiðra hér mig? Á skrifborðinu lágu útbreiddar arkir úr handriti hans. Þó hann hefði 3 áttrætt skrifaði hann skýra og stílhreina hönd og gekk dag hverna ritstörfum, ljós í hugsun og óþreytandi eins og í blóma lífsins. Viljaþrek hans hafði sigrast á öllu, vanheilsu, elli og útlegð. Góðvildin í fari hans sem hafði ekki notið sín til fulls hin löngu og ströngu baráttu ár fékk nú fyrst eðlilega útrás. Ellin hafði mildað hann og afstæðanir örðuleikar gert hann umburðarlyndari. Hann átti nú til þýðleiki viðmóti sem ég hafði ekki kynnst áður hjá þessum fáláta manni. Nú gat viljað til að hann lagði handlegginn herðarmanni og augnatillitið var hlýrra bak við glampandi glerugun. Á liðnum árum hafði fátt veitt mér óblandnari nautn en að tala við Freud. Maður fræddist og dáðist í senn og það var auðfundið að þessi einstaklega hleypidómalausi maður skildi orðmanns út í æsar, honum blöskraði engin játning og ofbauð engin fullyrðing. Löngun hans til að temja öðrum glöggskyggni og heilindi var löngu orðið annað eðli hans. En aldrei voru þessi samtöl okkar ómetanlegri fyrir mig eða þakksamlegar þegin en í svartnættinu síðasta árið sem hann lifði. Óðar en stíð var fæti inn í stofu hans var eins og vitfyring umheimsins væri úr sögunni. Hræðilegustu fyrirbæri breyttust í fræðileg hugtök, það greiddist úr flækjunum og vandamál samtíðirinnar skipuðu sér auðsveip inn í allsherjar orsakasamengi.
Þarna hitti ég fyrst sannan speking sem hafinn var yfir sjálfan sig og skynjaði hvorki kvöl né dauða sem persónulega reynslu, heldur sem ópersónuleg athugunar og íhugunarefni. Dauðinn varð honum ekki síður siðferðlegt afrek en lífið. Freud var, þegar hér var komið sögu, þungt haldinn af sjúkleik þeim sem brátt varð honum að aldurtila. Hann átti sýnilega erfitt mæli vegna gervigómsins, svo maður hlaut að fyrirverða sig fyrir hvert orð sem hann miðlaði manni. En hann afrækti mann ekki fyrir því, honum var sérstakt metnaðarmál að sanna vinum sínum að viljaþrek hans mætti sín meir en hinnar auðvirðilegu píslir líkamanns. Þó hann væri með kvaladrætti munnin, sat hann við skriftir til síðasta dags og þegar þrautirnar fóru að standa honum fyrir svefni, vær og djúpur svefn hafði alla tíð verið honum ótæmandi orkulind, neitaði hann sér svefnmeðul og önnur deyfilyf. Hann vildi ekki láta neitt kvalastilli sljóvga vitund sína stundinni lengur, heldur vildi hann þjást með fulla rænu, fremur hugsa við harmkvæli en hugsa ekki neitt. Hann var andlegt ofurmenni til hinstu stundar. Þetta var ægilegt stríð og þeimun hrikalegra sem lengur leið. Dauðinn risti nýjar og nýjar rúnir af andlit hans, saug hold af beinum, herpti munnin og kefði orðin af vörum hans. Gagnvart augunum einum mátti morðvarkurinn sín einskis, þau voru eins og óvinnandi varðturnar, þaðan sem þessi hetjandi skygndist vítt veröld alla, augun og andinn voru ósljófguð þar til yfir lauk. Ég tók Salvador Dalí með mér í eina síðustu heimsóknina hann að minni hyggju eitt gáfaðasti málari yngri kynslóðurinnar og eldheitur aðdáandi Freuds. Meðan ég talaði við Freud teknaði Dalí rismynd af honum. Ég þorði aldrei að sýna Freud myndina því Dalí var svo skyggn að dauðamörkin hafðu ekki farið fram hjá honum. Sterkasti vilji og sæknasti andi vorra tíma hafði nú síharðnandi baráttu við tortíminguna. Skýrleikin hafði frá upphafi verið honum æðsta dygð allrar hugsunar og honum varð ljóst að hann myndi ekki framar verða vinnufær, fór hann að dæmi rómverskrar hetju og veitti lækninum heimild til að binda enda á þrautir sínar. Þannig lauk ævidögum mikilmennis á stórbrotin hátt, ævilok hans voru ógleymanleg, jafnvel innan öll hjaðningavíg þessara skálmaldar. Og þegar við vinir hans urpum kistu hans enskri moldu, vissum við að við höfðum fært Englandi að gjöf hið besta sem ættjörð vor átti í eigu sinni. Oft átti ég tal við Freud ógnir hitlerismans og stríðsins, sem mannvinni óaði honum uppivaðsla villimennskunar, en sem hugsuður furðaði hann sig ekki á henni. Hann sagði að einlægt hefði sér verið legið að hálsi fyrir þá bölsýni að bera brigður á vald menningarinnar yfir eðliskvötunum, en nú fengi menn greipilega staðfestingu á þeirri skoðun að hinn siðlausu frumstæðu eyðingaröfl væri óupprætanleg úr mannssálinni. Kvaðst hann að vísu ekki vera upp með sér af þessu. Á ókomnum öldum myndi kannski finnast ráð til að halda þessum eðliskvötum í skefjum, þó ekki væri nema í samfélagslífi þjóðanna, en í dagfari manna og innsta eðli myndu þær halda velli, en það væru þær ef til vill nauðsynlegir aflvakar. Undir lokin var honum þó enn ofar í huga vandamál gyðingdómsins og sú harmsaga sem var að gerast með kynbræðrum hans. Þar kunni fræðimennska hans enga formúlu og skarpleikur hans enga lausn. Hann hafði þá nýlega birt rit sitt Móses, þar sem hann telur Móses Egypta en ekki gyðing, og með þessari fullyrðingu sem varð tæplega stutt fræðilegum rökum hneykslaði hann jafnt guðrækna sem þjóðrækna gyðinga. Nú þótti honum mjög miður að hafa birt bókina einmitt þegar gyðingdómurinn átti í vök að verjast. Núna þegar allt frá þeim tekið verði ég til að svipta þá sínum ágætasta manni. Ég varð að viðurkenna að hann hafði rétt að mæla. Gyðingar væri nú margfalt hörundsárari en áður því að jafnvel í þessum hildarleik urðu þeir harðast úti. Þeir voru fyrirfram dæmdir því þeir vissu að hvarvetna hlaut allt böl að bitna fyrst og fremst á þeim. Grimmasti harðstjóri allra tíma vildi fyrir hvern mun auðvirða þá og hrekja út á heimsenda og helst ofan í jörðina. Viku eftir viku, mánuð eftir mánuð dreif sífellt að fleiri flóttamenn, fátækari og yfirbugaðri með hverri viku sem leið.
Þeir sem fyrstir urðu til að flýja Þýskaland og Austurríki höfðu geta komið undan fatnaði sínum, farangri og búslóð og sumir jafnvel einhverju af peningum. En hinir sem lengur höfðu sett traust sitt á Þýskaland og áttu örðugra með að rífa sig upp frá rótum úr ástfólgnum áttökum voru enn harðara leiknir. Gyðingarnir voru fyrst sviptir atvinnu, síðan var þeim bannað að sækja leikhús, bíó og söfn, fræðimönnum var synjað not af bókasöfnum, en samt héldu sumir kyrru fyrir af tryggð eða vanafestu, hugleysi eða stolti. Þeir vildu heldur vera smáðir í ætlandi sínu en lúta svo lágt að lifa á bónbjörgum í ókunnu landi. Þessu næst var þeim bannað að hafa þjónustu fólk, viðtæki og símtól voru tekin úr híbýlum þeirra og loks húsin sjálf. Þá var þeim þröngvað til að bera Davíðstjörnuna, því á strætum úti skildu þeir vera auðkendir eins og nokkurskonar líkþrársjúklingar, svo allir gætu sniðgengið þá og spottað sem afrök og utangarðsmenn. Þeir voru sviptir öllum mannréttindum og urðu leiksoppar hvers konar öfugneygða. Hver einasta gyðingur fékk nú að sannreyna rússneska máltækið: enginn er óhultur fyrir förumal og fangakufli. Hverjum einasta gyðingi sem ekki hafði sig á brott var varpað í fangabúðir, þar sem jafnvel stórlátustu menn glúpnuðu fyrir hinum þýsku refsingum. Því næst var sá hinn sami rekinn úr landi, slippur og snauður með 10 mörk í vasanum og látum sigla sinn sjó. Síðan hófst betligangan milli ræðismannana, oftast nær árangurslaus, því hvaða land vildi líta við blásnauðum beiningamönnum. Ég mun aldrei gleyma þeirri sjón sem blasti við mér eitt sinn á ferðaskrifstofu í Lundunum. Hún var troðfull af flóttamönnum, næstum eingöngu gyðingum, og allir vildu þeir komast eitthvað burt, sama hvert var, hvort heldur á ysta norðurhjara ellegar brunasanda Sahara, aðeins eitthvað út í buskan. Dvalarleyfið var útrunnið, svo nú varð að halda af stað með konur og börn á ókunnar slóðir til fólks mælti á framandi tungur og vildi ekkert af þeim vita. Þarna hitti ég iðjuhöld frá Vín sem hafði verið vellauðugur og einn mikilhæfasti listsafnari í landi okkar. Ég kom honum ekki fyrir mig strax, svo varð hann orðinn hærugrár og ellirhumur. Hann hélt sér í borðröndina óstyrkum höndum. Ég spurði hann hvert hann ætlaði. Það veit ég ekki, ansaði hann. Hver spyr fyrirætlanir okkar nú á tímum? Maður fer þangað sem hann leyft. Einhver sagði mér að hér væri kannski reynandi að fá landvistarleyfi á Haítí eða San Domingo. Mér rann til rifja að sjá þetta örvasa gamalmenni með börn sín og barnabörn grípa í það hálmstrá að reyna að útvega sér vist í landi sem hann hafði naumast séð á landabrifinu til að lifa þar á bónbjörgum, ókunnur og vegalaus. Við hliðina á honum var annar að spyrja af örvæntingarfullri áfergju hvernig hann gæti komist til Shanghai, því hann hafði frétt að Kínverjar tækju á móti flóttamönnum. Þarna þyrptist hver annan þveran, fyrrverandi háskólakennarar, bankastjórar, kaupmenn, óðalseigendur, tónlistarmenn, allir óðfúsir að bjarga einhverju úr rústum fyrri tilveru sinnar og flýja með það yfir álfur og útöf til að starfa og þola hvað sem var, komast umfram allt burt úr Evrópu, burt. Þetta var eins og vofuþyrping. En það sem mest fekk á mig var sú tilhugsun að þessir 5 tugir þjáðra manna væru aðeins örlítil einangruð framsveit geysilegra herskara, 5, 8, kannski 10 milljóna gyðinga sem nú voru í þann veginn að taka sig upp og sækja í slóð hinna. Fyrst hafði þetta fólk verið öllu rænt og síðan troðið undir í hildarleiknum en beið nú eftir hjálp, góðgerðastofnana, leifum yfirvalda og farareyri. Þessi múgur sem hafði verið flæmdur upp og flýði í ofboði surtarloga hitlerismans settist allar landamærastöðvar í Evrópu og yfirfyllti fangelsin. Heil þjóð hafði verið hrakin í útlegð og synjað tilverurétt, þó hún hefði ekki í 2000 ár farið fram á annað en mega setjast kyrrt og finna fasta friðsæla jörð undir fótum. En átakanlegast við harmleik gyðinga á 20. öld var að hinnir ofurseldu komu ekki auga á nein rök fyrir honum og fundu enga sök hjá sér. Ættfeður þeirra og formæður sem útskúfuð voru á miðöldunum
höfðu að minnstakosti ekki farið í grafgötur að þau liðu fyrir trú sína og lögmálið. Þeir geymdu í sálu sinni nokkurs konar töfraþing sem þessir menn höfðu löngu glatað, hina bjargföstu trú á Guð. Þeir lifðu og liðu í þeirri stoltu blekkingu að þeir væru Guðs útvalin þjóð, borin til óvenjulegra örlaga og innstæðrar köllunar. Fyrirheit Biblíunar voru þeim boðorð og lög. Þegar þeim var varpað á bálkostinn, þrýstu þeir hinni helgu bók að brjósti sér og fyrir þessa innri glóð urðu morð eldarnir þeim ekki eins heitir. Þegar þeir voru flæmdir land úr landi, áttu þeir þó að minnstakosti eitt hæli, athvarf sitt hjá Guði. Þaðan gátu engin jarðnesk máttarvöld hrakið þá, hvorki keisari, kongur né rannsóknardómur. Meðan trúarbrögðin þokuðu þeim saman voru þeir ein hjörð og því ósundrað afl. Með útskúfun og ofsóknum voru þeir að afplána þá sök að hafa af ráðnum hug einangrað sig frá öðrum þjóðum heimsins með trú sinni og siðum. En gyðingar 20. aldar voru ekki framar neitt söfnuður. Þeir áttu enga sameiginlega trú og álitu sér fremur byrði en fremd að því að vera gyðingur og fundu ekki hjá sér neina köllun. Þeir höfðu að engu boðorð sinna fornhelgu bóka og voru búnir að segja skilið við tungu feðra sinna. Þeim var nú æ meir í mun að samlagast þjóðum þeim þeir gistu og lifa þeirra lífi til að hafa frið fyrir ofsóknum og finna hvíld eftir aldalangan flótta. Vegna samruna síns við hinar ólíkustu þjóðir skildu þeir ekki hverir aðra, enda höfðu þeir langan aldur verið Frakkar, Þjóðverjar, Bretar eða Rússar miklu fremur en gyðingar. Nú var þeim haugað saman eins og sorpi af strætunum, bankastjórum úr skrauthísum Berlínar og djáknum úr samkunduhúsum réttrúarsafnaðana, heimspekiprófessorum frá París, rúmenskum ökumönnum, útfararþjónum og Nóbelsverðlaunamönnum, söngkonum og grátkonum, rithöfundum og bruggurum, auðkýfingum og öreigum, stórlöksum og smælingum, frómum og frjálslindum, okrurum og spekingum, síonistum og samlögunarmönnum, norðurgyðingum og suðurgyðingum, réttlátum og ranglátum. Í sömu slóðina komu svo skarar ráðvilltra manna sem höfðu talið sig óhulta fyrir bölvun ofsóknanna, en það voru hinnir skýrðu trúskiptingar eða kynblendingar. Með þessu voru gyðingar knúðir til samstöðu sem þeir höfðu ekki 8 öldum saman, þeirrar samstöðu sem skapast hafði fyrst við útlegðina í Egyptalandi og oft og einatt síðan. Hverjir voru þeir að sæta einir slíkum örlögum hvað eftir annað? Hvaða ástæður og rök voru fyrir þessum fráleitu ofsóknum? Þeir voru gerðir landrækir en þeim var ekki fengin eitt land í staðinn. Þeim var sagt, verið ekki meðal okkar, en ekki bent á hvar þeir ættu að vera. Þeir voru bornir sökum en meinað að bæta fyrir þær á nokkurn hátt. Og á flóttanum störðu þeir hver á annan með felmtur í augum og spurðu, hví erum við hér, ég og þú? Hvers vegna erum við hér báðir, þó ég þekki þig ekki neitt og skilji ekki málið sem þú talar, skilji ekki hugsunarhátt þinn og við eigum ekkert sameiginlegt. Hví erum við all hér? Enginn gat veitt neina úrlausn. Jafnvel Freud, skarpasta gáfumanni aldarinnar, varð svars vant og sá enga glóru í þessari vitfirringu. Þegar öll kurl komið til grafar var gyðingdómnum kannski gefin þessi dularfulla lífsegla til þess að hann mætti endurtaka hið eilífa ákall Jóbs til Guðs, svo það fjalli ekki í gleymsku á jörðinni. Ekkert uggvænlegra en að sjá það sem maður hugði dautt og grafið ganga ljósum logum í sínu forni mund og líki. Það var komið fram á sumar 1939. München-fundurinn var langt liðinn og þar með hinn skammvinna tálvon frið á vorum dögum. Hitler hafði ráðist á Tékkóslóvakíu þvert ofan í orð og eyða og sölsað hana undir sig, búið var að hernema Memel. Þýsku blöðin höfðu verið espuð til að heimta Danzig og pólska hliðið. England var vaknað við vondan draum af værðarmóki trúgirninnar. Jafnvel fáfróðir almúgamenn sem hryllti við stríðinu af einskeri eðlisávísun fóru ekki dult með gremju sína. Það losnaði tunguhaft Bretanna, þeir fóru allir að segja meiningu sína
Húsvörðurinn í leiguhjallinum okkar, lyftusveitnin og herbyggisternan. Ekkert þeirra skildi til fulls hvað var að vera, en öll mundu þau eftir einu, þeirri augljósu staðreind að Chamberlain, forsætisráðherra Bretlands, hafði þrívegið flogið til Þýskalands til að bjarga heimsfriðinum, en jafnvel ekki með þvílíkri undanlátssemi tekist að gera Hitler til hæfis. Í breska þinginu gerðust nú ýmsir ómyrkir í máli, bindum enda á yfirganginn. Allstaðar gat að líta viðbúnað vegna komandi stríðs, eða réttara sagt gegn því. Ljósir loftvarnabelgir sem myndu á hina sakleysislegu gummífíla barnanna svefu hátt yfir Lundunaborg og enn var farið að grafa fyrir loftvarnabyrgjum. Gasgrímurnar sem búið var að útluta voru nú þaulprófaðar að nýju. Ofvænið sem lá í loftinu var síst minna en árinu áður, en sá var munurinn að nú voru menn ekki jafn barnslega grunlausir fyrr, heldur fylltu þeir sér stjórnina af festu og einbeitni. Þessar mundir hafði ég flust burt úr Lundunum og var sestur að í bað. Aldrei á ævinni hef ég fundið eins til vanmáttar einstaklingsins gagnvart heimsviðburðunum. Annars vegar var ég sjálfur, árvakur og hugsandi maður sem kom ekki nærri stjórnmálum og reyndi með kyrrlátri önn og eljusemi að láta sér verða eitthvað úr ævidögunum. Hins vegar var fámennur hópur manna sem ég þekkti ekki neitt og hafði aldrei augum litið, sumir í Wilhelmstrasse í Berlín, aðrir á Quai d'Orsay í París, Palazzo Venezia í Róm og Downing Street í Lundunum. Fæstir þeirra hafði hingað til sýnt neina sérlega vitsmuni en ég hæfileika, en þeir ræddu, rituðu, símuðu og sömdu hluti sem ég hafði enga hugmynd um. Þeir tóku ákvarðanir sem ég átti engan hlut að og kunni engin skil á í smáatriðum, en réðu engu að síður úrslitum líf mitt og okkar allra. Örlög mín voru í þeirra höndum en ekki mínum eigin. Þeir tortíndu okkur eða þyrmdu, gáfu okkur frelsi eða hneftu í ánauð og milljónunum skömmtuðu þeir stríð eða frið. Og hér sat ég í stofu minni, varnarlausari en fluga, vanmáttugri en sníill, meðan telt var líf mitt og dauða, geð mitt og framtíð, hugsanirnar í höfði mér, öll mín áform alin og óborin, vöku mína og svefn, vilja minn, eigur og alla tilveru. Maður þraukaði og starði út í bláinn eins og sakamaður í klefa sínum, múraður inni, hlekkjaður af þessari tilgangslausu og vonlausu bið og samfangarnir allt kring spurðu í þaula, giskuðu og skröfuðu, rétt eins og einhver okkar vissi eða geti vitað hvernig ráðskast yrði með okkur. Síminn hringdi og einhver kunningin leitaði álits míns. Maður las blöðin og þau gerðu mann ennþá ruglaðri í rýminu. Í útvarpinu rak eitt sig á annars horn. Á förnum vegi heimtaði fyrsti vegfarandinn af mér, sem var þó jafn fávís og hann sjálfur, að ég léti uppi skoðun á því hvort til stríðs kæmi eða ekki. Og sjálfum var mér svo órótt innanbrjósts að ég spurði líka, skrafaði og skeggræddi, þó ég vissi að öll sú þekking, reynsla og framsýni sem maður hafði dregið saman og tilhengað sér á langri ævi var einskis virði gagnvart ákvörðunum þessa fámenna hóps ókunnugra manna. Í annað sinn á 25 árum stóð ég ráðþrota og viljalaus andspænis örlögunum og hugsanirnar flögruðu stefnulaust í höfði mér. Að lokum þoldi ég ekki við í stórborginni þar sem gífuryrtar veggtilkynningar blaðanna ásóttu mig eins og glefsandi hundar á hverjum gatnamótum og í mannhafinu sem streymdi hjá var ég ósjálfrátt farinn að lesa hug einstaklingana í svip þeirra. Og öllum varð okkur hugsað á sömu leið, við hugsuðum ekki annað en hina tvo kosti, rautt og svart í úrslitaspilinu. Þar var líf mitt lagt undir, árin sem ég átti eftir ólifað, óskráðar bækur mínar og öll þau hugðarefni sem gáfu lífi mínu gildi. Á lukku hjóli heimsmálanna valt kúlan fram og aftur með kveljandi seinagangi. Hún hvarflaði reit af svörtu á rautt og af rauðu á svart, gaf vonir og olli vonbrigðum, vissi ýmist á gott eða illt, en endanleg niðurstaða dróst úr hömlu. Gleymdu þessu, saði ég við sjálfa mig. Flýðu inn í hugarheim þinn á vit starfa þinna, þar sem þú ert aðeins einstaklingur en engin ríkisþegn,
ekki leiksoppur í þessum djöfladansi, inn á þann eina vettvang þar sem þitt litla vit fær notið sín í þessari trylltu veröld. Ekki var mér verkefnavant. Árum saman hafði ég vitað að mér efni til 2 binda ritsmíðar Balzac og verk hans, en ekki áreitt að byrja á svo umfangsmiklu verki og tímafreku. Þetta hugarvíl veitti mér nú einmitt hugrekki til þess. Ég settist að í Bath og valdi einmitt þá borg að því hún endurspeglaði betur en nokkur annar bær í Englandi horfna friðsalli öld, 18. öldina, enda hafði starfað þar margir afbragðsmenn úr frægðarsögu enskra bókmennta og ber þá fyrst að nefna Fielding. Það mátti með sanni segja að hinnar mjúku línur og milda fegurð landslagsins væru í átakanlegri mótsögn við vaxandi viðsjár heimsins og hugarástand mitt. Júlí mánuður 1914 var einnig fegursti sem ég man eftir í Austurríki og eins var þessi ágústmánuður 1939 einmuna veðursæll í Englandi. Háloftin kveldust enn blæmjúk og silkiblá yfir jörðina eins og himnesk tjaldbúð, sama blíða sólblikið lá yfir engjum og skógum og blómskrúðið var óviðjafnanlegt, sami regnfriður yfir allri jörðinni meðan íbúar hennar voru að búast í stríð. Sú fásinna virtist með ólíkindum andspænis þessum kyrrláta gróskufulla blóma sem breiddi úr sér í sjálfum sællir róum daladraugin kringum Bath og myndi mig undarlega á Baden 1914. Og enn sem fyrr vildi ég ekki trúa neinum hrakspám. Ég bjó mig í sumarferðalag eins og fyrri daginn. Í fyrstu viku september kom þing Penklúbsins saman í Stokkólmi og sænsku félagarnir höfðu boðið mér sem heiðursfélaga þar sem ég var hvorki fugl né fiskur og ekki lengur fulltrúi neins lands. Voru gestgjafarnir vini mínir búnir að ráðstafa hverri stund fyrir mig næstu vikurnar. Ég var löngu búin að panta fara með skipi en nú spurðust hvaðan æfa þau óheilla tíðindi að herkvæðning væri yfirvofandi. Eftir öllum lögum skynseminnar hefði ég átt að taka saman í skyndi bækur mínar og handrit og halda burt af Bretlandseyjum vegna hættu á að þær yrðu ófriðar aðili því að í Bretlandi var ég útlendingur og ef til stríðskæmi mundi verða litið á mig sem þegn óvinaþjóðar átti á hættu hvers konar frelsiskerðingu. En einhverjar torraðar tilfinningar risu gegn því að ég hleypist á brott. Það var nokkur leyti mótþrói gegn marg endurteknum flótta undan forlögunum sem lögðu mig í einelti hvert sem ég fór, en sumpart var þreytu að kenna. Ég tók undir með Shakespeare, tökum því sem tíminn ber oss að höndum. Ef hann vill þig feigan, skalt þú, 60 maðurinn, hætta að veita viðnám. Hann rænir þig hvort þið ekki því besta sem þú átt þinni liðnu ævi. Ég fór því hvergi. Samt sem áður vildi ég koma eins góðri reiðu á einkamál mín og kostur var og þar sem ég hafði í hyggju að kvænast öðru sinni mátti ég engan tíma missa svo að ég og lífsförunauturinn tilvonandi yrðum ekki kyrrsett eða skilin að til langframa vegna einhverja ófyrirséðina ráðstafana. Að morgni föstudags 1. september fór ég því á fógetaskrifstofuna í Bath til að fá leyfisbréf. Embættismaðurinn tók við skilríkjum okkar og var óvenju lipur og aðlúðlegur. Hann skildi eins og aðrir þessar mundir að við vildum hafa hraðan á. Vígslan skildi fara fram daginn eftir og starfsmaðurinn tók penna sinn og fór að rita nöfn okkar í bók sína skýrri og fallegri rithönd. Í sömu andráni, klukkan lítur að hafa verið 11, var hliðardyrum hrundið upp og ungur skrifstofumaður kom með írafári inn í herbergið. Hann snaraði sér í yfiröfnina án þess að nema staðar. Þjóðverjar hafa ráðist inn í Pólland, hrópaði hann upp úr einsmanns hljóði. Það komið stríð. Þessi orð urðu mér sem hamarshögg á hjartað. En hjörtu okkar sem nú lifum eru vön óþyrmilegum áföllum. Það þarf ekki að þýða stríð, sagði ég, heiðarlega sannfærður. Skrifstofumaðurinn var næstum ókvæða við. Og ekki, hrópaði hann æfur, nú nóg komið. Það lítið vit í að láta þetta endurtaka sig á misserisfresti. Nú verður að binda enda á þetta.
Meðan þessu fór fram hafði sá sem byrjaður var að skrifa leyfisbréfið lagt frá sér pennan annars hugar. Hann fór að hugleiða það að hvað sem öðru liði værum við útlendingar og yrðum sjálfkrafa talin fjandsamlegir útlendingar ef til stríðs kæmi. Hann var ekki viss að hjúskapur væri leyfilegur svo stæði á. Hann kvað sér þykja það miður en hann yrði að minnstakosti að leita til Lundúna nánari fyrirmæli. Ég beið síðan í 2 daga milli vonar og ótta og þoldi varla við af óþreyju. Á sunnudagsmorgun flutti útvarpið þá fregn að Bretar hefðu satt Þjóðverjum stríð á hendur. Þetta var undarlegur morgun. Við snerum orðlaus frá viðtækinu sem hafði varpað út í stofuna þeim boðskap sem við vissum að ekki myndi fyrnast þó aldir liðu og átt við eftir að gerbreyta veröldinni og lífi hvers einasta manns. Þessi boðskapur jafngilti dauðadómi yfir 1000 manna sem hlustuðu á hann í hljóði og flutti okkur öllum sorg og ógæfu, örvæntingu og ógnir en enga jákvæða merkingu fyrr en eftir mörg herrans ár. Það var komið stríð, geigvænlegra og yfirgrifsmeira en nokkurt stríð annað sem hingað til hafði verið háð á jörðinni. Enn sem fyrr var einu tímabili lokið og nýtt var hafið. Við stóðum þegjandi í steinhljóðri stofunni og forðuðumst að líta hvort af annað. Úti fyrir heyrðist áhyggjulaust klak fuglanna sem flögruðu fyrir hægum þey í léttúðugum ástarleik og trén bærðust í gullnu ljósgliti eins og laufin vildu minnast ljúflega hvert við annað. Hinn eldforna móðir vor náttúran vissi ekki af áhyggjum barna sinna. Ég gekk til herbergis míns og lét muni mína ofan í litla handtösku. Ef það kæmi á daginn sem hátt settur vinur minn hafði sagt mér átti að telja okkur austuríkismenn í Englandi til Þjóðverja og máttum við því eiga von á sömu frelsisskerðingum og þeir. Það var öldungis óvíst að ég fengi að hátta í mitt eigið rúm kvöldið. Á nýjan leik var ég komin skörlægra en áður. Nú var ég ekki einasta útlendingur í þessu landi heldur enemy alien, óvinveittur útlendingur. Hér var ég með ofbeldi dregin í dilk þar sem tilfinningar mínar áttu ekki heima. Var hægt að ímynda sér fáránlegri aðstöðu fyrir mann sem var löngu rækur úr Þýskalandi þar sem hann hafði verið brennimertur sem andstæðingur Þjóðverja vegna kynþáttar og skoðana. Í öðru landi var hann nú fyrir skriffinsku sakir talinn til samfélags hann hafði aldrei tilheyrt sem austuríkismaður. Með einum pennadrætti hafði öllum rökum heillar manns ævi verið snúið upp í algera endileysu. Að vísu skrifaði ég og hugsaði á þýska tungu en hver hugsun og ósk sem bærðist í brjósti mínu var helguð þeim þjóðum höfðu nú vopnast til að verja frelsi mannkynsins. Öll önnur sambönd mín voru rofin, fortíðin og allt hið liðna var í rústum og ég gekk þess ekki dulinn að eftir þetta stríð yrði allt að rísa af grunni á nýjan leik. Eining Evrópu undir merkjum friðarins, svo hugsjón sem mér var mætust og ég hafði helgað allan minn sannfæringarkraft í 40 ár var farin út þúfur. Allsherjar styrjöld sem ég hafði óttast meir dauðan sjálfan hafði nú losnað úr læðingi í annað sinn. Alla ævi hafði ég háð eldheita baráttu fyrir andlegu bræðralagi mannkynsins en á þessari stundu þegar þörf var meiri sameldni en nokkru sinni fyrr fannst mér vegna þessara skyndilegu einangrunar að mér var í algerlega ofaukið. Ég gekk niður í bæinn til að leiða friðinn augum í síðasta sinn. Kyrrð var yfir bænum í hádegisólinni og allt virtist svipað og endra nær. Menn gengu sína leið eins og þeir áttu vanda til, fóru að engu óðslega og þyrptust ekki einu sinni saman til að ræðast við. Þeir voru hægir og stiltir og hvíldardagslegir í fasi og svo spurn flökraði að mér hvort þeir gerðu sér ekki ljóst enn hvernig málum var í komið. En þetta voru Bretar, þaulæfðir í að hafa taumhald á tilfinningum sínum. Þeir þurftu enga fána né trumblur, hvorki hávaða né hljóðfæra slátt til að stæla seigan og ástríðulausan ásetning sinn. Það máttu með sanni segja að öðruvísi var umhorfs í Austuríki júlídagana forðum árið 1914 en mikið djúp var líka staðfest milli óreinda unglingsins sem ég var þá eða öldungsins með alla sína minningabyrði. Þegar mér varð litið á hinar snotru búðir fullar af varningi
sótti ákaft að mér sú mynd sem ég geymdi í huganum af búðunum 1918 þar sem þær stóðu tæmdar og mannlausar líkt og þær blíndu á mann galopnum augum. Ég sá í anda langar biðraðir mæddra kvenna fyrir framan matvörubúðirnar, mæður í sorgarklæðum, særðamenn og örkumla, martröðins liðna þyrmdi hér yfir mig hábjartan daginn. Ég minntist gömlu hermannana okkar sem komu úrvinda og tötrum klæddir af vígvellinum. Í hjarta mínu skynjaði ég allt fyrra stríðið í hinu sem var að hefjast en fól hörmungar sínar enn fyrir augum okkar. Ég vissi að enn einu sinni var brotið blað. Það sem áunnist hafði yrði að engu gert. Heimkynni okkar, Evrópa, sem við höfðum helgað ævistarfið, hlaut nú að bíða afhroð sem ekki yrði bætt fyrir en löngu eftir okkar daga. Nýjir ólíkir tímar myndu taka við, en hversu mörg helvíti og hreinsunarelda yrði að ganga gegnum áður en svo langt yrði náð. Sólin skein í heiði. Á heimleiðinni tók ég eftir skugga sjálfs mín á stéttinni, líkt og ég hafði séð yfirstandandi stríð varpa skugga styrjaldarinnar fyrri. Alla stund síðan hefur þessi skuggi hvergi vikið frá mér. Hann hefur grúft yfir hverri hugsunum minni dag og nótt og kannski djarfar fyrir honum á sumum blöðum þessara bókar. En skugginn þegar á allt litið afsprengi ljóssins og sá einn sem þekkt hefur skín og skugga, stríð og frið, uppgang og hnignun, veit hvað lífið í raun og sannleika. Nokkur orð ævilok Stefáns Zweigs. Árið 1940 hélt Stefán Zweig alfari burt úr Evrópu vestur haf. Munum skeið hafa hvarflað að honum að ílendast í Bandaríkjunum. Snemmsumars 1941 tók hann sér hús á leigu í Ossining í New York ríki og þar lauk hann að mestu við sjálfsævisögu sína Veröld sem var. Hafði hann að kunnugra sögn lengi haft þetta verk í huga. Ekki varð úr að Zweig dveldist í Bandaríkjunum til langframa því að í ágústmánuði 1941 tóku þau hjón sér fari til Brasilíu þar sem Zweig hafði þá fengið landvistarleyfi. Settust þau síðan að í smábænum Petrópolis skammt frá Rio de Janeiro. Eins og víða kemur fram hafði Zweig miklan mætur á Brasilíu og virtist í fyrstu una vel hag sínum í hinum nýju henginum. Gerði hann sér vonir að endurheimta þar glataða sálarró og öðlast næði til starfa eftir hinn mörgu hrakninga ár. Tók hann nú til óspilltra málanna við ritstörfin og hafði margt í takinu eins og vandi hans var. Meðal annars vann hann að bók Montaigne, þó ekki entist honum aldur til að ljúka því verki. Í Brasilíu skrifaði hann einnig kaflan Eros Matutinus og lauk þar með að fullu við sjálfsævisöguna. Síðasta fullgerða verk Zweigs skáldsagan Manntafl sem birst hefur á íslensku í þýðingu Þórarins Guðnasonar. En vonir hinna mörgu sem þessar mundir fögnuðu endurnýjun lífdaga þessa vinsæla höfundar brugðust fyrir varði. Stefán Zweig og kona hans, Elisabeth Charlotte, styttu sér aldur að heimili sínu í Petrópolis 20. og 3. febrúar 1942. Í kveðjubrefi sínu gerir Zweig svofellda grein fyrir þessari örlagaríku ákvörðun. Áður en ég kveð lífið af frjálsum vilja og með réttu ráði finn ég mig knúin til að gera loka skyldu mína að votta þessu dásamlega landi Brasilíu innilegar þakkir fyrir að hafa búið mér og starfi mínu svo góðan griðastað. Þetta land hefur orðið mér kærara með hverjum degi sem leið og hvergi hefði ég fremur viljað hefja nýtt líf eftir að veröld minnar eigin tungu mér glötuð og andlegt heimkynni mitt Evrópa hefur tortímt sjálfri sér. En maður yfir 60 þarf óvenjulegt þrek til að taka upp nýjan þráð einu sinni enn og eftir hinn löngu ár á vegalausu flakki eru kraftar mínir á þrotum. Ég tel því betra að ljúka í tæka tíð og óbugaður því lífi sem þekkti enga óblandnari gleði en andlegar iðkanir og engin gæði á jörðu æðri persónulegu frelsi. Ég bið að heilsa öllum vinum mínum. Megi þeim auðnast að sjá roða af nýjum degi eftir þessa löngu nótt.
Ég hef enga biðlund og fer því á undan þeim.